hjartanlega og innilega velkomin hingað í Ráðhúsið á þessum fallega vetrarmorgni á alþjóðlegum degi mannréttinda þegar það orðið árlega hefð fyrir því að Mannréttindaráð borgarinnar standi fyrir opnum fundi, líkt á þessum viðburði hér í dag. Sömuleiðis góðar kveðjur til ykkar sem heima sitjið. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á þessum degi á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 10. desember 1948. Ég heiti Dóra Björt Guðjónsdóttir og ég formaður þessa mæta ráðs sem heitir reyndar Mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráð. Þróun mannréttinda á sér kveikju í skilningi á því að friður einstaklinga er grundvöllur friðar í heiminum. Í mannréttindayfirlýsingunni fólst einnig viðurkenning á því að það er ekki nóg að vernda ríki með alþjóðlegum skuldbindingum til að tryggja frið. Það þarf líka að vernda manneskjur. Að auka lífsgæði borgara samfélagsins styður við frið í heiminum, í samfélaginu öllu. Í yfirlýsingunni felst einnig að við erum öll jöfn og jafnrétti er í raun beintengt við framfarir og frið í heiminum. Jafnréttismál eru þannig friðar- og öryggismál, en líka réttlætismál. Jafnrétti skiptir alstaðar máli og jafnréttisbarátta gagnast ekki einungis þeim sem hingað til hafa upplifað ákveðna jaðarsetningu, heldur gagnast hún okkur öllum. Vegna þess að aukið jafnrétti skapar meira rými fyrir okkur öll til að vera alls konar. Til að vera ekki takmörkuð af samfélagslegum viðmiðum hvernig við eigum að vera. Þannig fær fjölbreytileikinn að blómstra sem gerir samfélagið skemmtilegra og betra og leyfir okkur að vera við sjálf á okkar eigin forsendum. Í þessu felst aukið frelsi. Í dag erum við einmitt hingað komin til þess að heyra erindi mætra sérfræðinga sem fara yfir hin ýmsu viðfangsefni er tengjast jafnrétti. Jafnrétti innan íþróttahreyfingarinnar, sem fjalla rétt okkar til þess að stunda og njóta íþrótta og tengjast heimi íþrótta án þess að upplifa mismunun eða misrétti, án þess að upplifa útskúfun eða öráreiti eða kynferðislega áreitni og jafnvel ofbeldi, án þess að það komi niður á lífsgæðum okkar. Óháð kyni, óháð uppruna, óháð efnahag, stöðu, kynhneigð, fötlun eða öðrum breytum. Mannréttindin tryggja okkur réttinn til að njóta sömu réttinda, sama hver við erum, í krafti þess að vera manneskjur. Það er ekki bara ríki sem eiga rétt til þess að vera ekki skotmark, að vera ekki brotið á. Það eiga manneskjur einnig og ríkjum ber einfaldlega að vernda þessar manneskjur. Raunar eru ríkin talin hafa fullveldi í kraft þess að geta verndað sína þegna. Hið opinbera er ekki að standa sig þegar fólk upplifir að brotið sé á þeirra mannréttindum. Svo einfalt er það. Þá ber okkur að bregðast við, hvort sem við erum ríkið eða framlenging af því á vettvangi sveitarfélaga. Þess vegna erum við hér samankomin í dag, til þess að skoða hvernig okkur gengur með þetta verkefni, hvað þurfi betur að fara og hvernig hægt er að gera betur. Verið velkomin, takk fyrir að koma og ég ætla að bjóða honum Pavel Bartosek upp í pontu. Hann er varaformaður menningar, íþrótta og tómstundaráðs borgarinnar og hann ætlar að vera fundarstjóri hér í dag. Takk. Heyrist í mér hér? Heyrist mér svona? Já. Komið blessuð og sæl og ég vil þakka þennan heiður að fá að stýra þessum fundi hér í dag í kannski krafti stöðu minna sem varaformaður menningar, íþrótta og tómstundaráðs og ég vil líka segja það að ég fékk líka þann heiður að stýra vinnu við nýja íþróttastefnu Reykjavíkurborgar sem unnið var í góðu samstarfi við borgarina síðan íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík og það er kannski ánægt að segja að þessi málaflokkur jafnréttis og mannréttindamál fengu kannski mjög mikinn sess í þessari vinnu og það er svona svolítið
skemmtilegt hvað það orðið stór partur af allri vinnu við íþróttir. Og mér langar líka að segja að það nauðsynlegt að við vinnum að þessum málum saman og það tókst vel í þetta skipti vegna þess að þetta má ekki vera einhver aðskilinn partur af íþróttvinna að hugsa jafnréttis og mannréttindamál sem eitthvað auka, heldur verður þetta að vera heildar hluti af allri vinnu. Við langar kannski líka að segja að því að við beinum átt sjónum svolítið mikið á okkur sjálfum eða íþróttahreyfingunni að það þetta rétt sem formaðurinn í ráðinu sagði, Dóra Björt, að ríkisvaldið hefur þetta mjög mikilvægum skyldum að gegna þegar kemur að því að leysa úr erfiðum viðfangsefnum sem einstaklingarnir eiga erfitt með að höndla sjálfur. Þannig að við þurfum líka kannski hér í dag þau okkar sem eru að starfa því hjá sveitarfélaginu að velta fyrir hvað getum við gert til þess að gera þessi mál kannski betur heldur en það hafa verið. Þannig að þess vegna höfum fengið röð af góðum fyrirlesum hér í dag sem ætla bæði að tala það hvað Reykjavíkurborg og sveitarfélagið gera en líka hvernig þessi mál birtast fyrir þeim sem vinna í þeim út á feltinu. Og ég ætla að biðja að fara í það að við förum í að bjóða velkomin þess ágættu fyrirsætt sem hér eru. Ég mun fyrst og fremst gegna því hlutverki að fylgjast með tímanum og stýra síðan þeirri umræðu sem verður hér í lok fundar, það sem betur fyrir nægur tími til þess að eiga hér skemmtilegar umræður eftir að fyrirlesum lýkur. En ég ætla fyrst að bjóða velkomin Sigríði Finnbogadóttur. Hún verkefnastjóri í kynjaðri fjárhags- og starfsætlun hjá Reykjavíkurborg, mannréttindalýðræðisskrifstofu, og hún ætlar að fjalla jafnréttisúttekt hverfis íþróttafélaga. Gjörðu svo vel, Sigríður. Takk, Pavel. Ég verkefnastjóri kynjaðra fjárhags- og starfsætlunargerðar og ég ætla að fjalla helstu niðurstöður úr jafnréttisúttekt hverfis íþróttafélaga sem fram fór árið 2021. Og þetta framkvæmt að beiðni Mannréttinda- og nýsköpunar- og lýðræðisráðs og með þessu þá erum við að ljúka jafnréttisúttekt á öllum hverfisíþróttafélögunum í Reykjavík en við höfum áður tekið úttektir árið 2016 og 2020 á hinum íþróttafélögunum. Að ræða leiðbeinandi úttekt, það var stofnað úttektarteymi á skrifstofu Mannréttinda- og lýðræðis og ég var í því teymi og úttektin þannig að hún byggir á svörum félaganna við spurningalista, viðtölum við forsvarsfólk félaganna, gögnum úr iðkendakerfi félaganna og efni á heimasíðum og annað. Og mér langar að taka fram að þetta var unnið í mjög góðu samstarfi við félögin. Við fundum fyrir miklum velvilja og vilja til að gera vel og viljum bara þakka þeim kærlega fyrir góða samvinnu og gott samstarf. Ef einhver að velta fyrir sér af hverju Reykjavíkurborg væri að gera svona úttektir, þá eru Dóra og Pavel kannski aðeins búin að fara yfir það, en við erum náttúrulega með mannréttindastefnu borgarinnar og við erum með stefnu í íþróttamálum sem tekur til þessara þátta. Á grundvelli þess þá gerum við samning við félögin í gegnum IBR og þar gerum við ýmsar kröfur á félögin, meðal annars að þau séu að sinna þessum málum, að séu með virkar jafnréttisáætlanir og siðareglur og verkferla varðandi ofbeldi. Að því við viljum bara að öllum börnum séu tryggðir góðar aðstæður, öruggar aðstæður til þess að iðka íþróttir og að sem flest iðki íþróttir. Að því við vitum að það eru mjög jákvæð áhrif af því. Og með þessu þá erum við líka bara búið til betra umhverfi þar sem öllum líður vel og þannig fáum við bara betra íþróttafólk líka þar uppi staðið. Svo það líka þannig að borgin að styrkja íþróttastarf beint og óbeint með miklum fjármunum og svo líka náttúrulega íþróttafélögum og borginni skylt að vinna samkvæmt lögum jafnréttisstöðu og jafnan rétt kynjanna. En það sem við skoðum í úttektinni var, ef við skiptum því í þessa 4 flokka, þá vorum við að skoða iðkendur eftir hinum ýmsu breytum, starfsfólk og stjórnir, stefnur áætlanir og umhverfi og fræðslu áætlanir. Og þegar við sjáum kynjahlutföllin hjá félögunum, þá sjáum við þetta svona sirka 65-35, jöfnustýru hlutföllin hjá Fram, hjá Víkingi, 36% stúlkur og konur og 64%
drengir og karlar. Þannig að það eru almennt séð fleiri drengir og karlar sem iðka íþróttir og þeir iðka jafnvel líka fleiri greinar, þannig að þeirra iðkun er meiri. Svo skoðum við æfingatíma og aðstöðu, öll félögin svara því til að það sé gætt jafnréttis þar, eða jafnræðis, og það var mjög gaman að heyra líka hjá félögunum að iðkendur og forsjáraðalar eru farnir að vera mjög mikið að fylgjast með þessu, þannig að ef það hallar á einhvern hóp þá fá félögin strax að heyra það. Þannig að það er meðvitund þetta og það er bæði innra og ytra aðhald hvað þetta varðar. Við spurðum líka út í það hvernig fjármagn innan félaganna dreifist, en það var frekar erfitt að fá svör við þeirri spurningu, þannig að það er eitthvað sem mætti skoða svona í framtíðinni, hvernig við getum greint það og skoða það. Við skoðum hlutfall iðkenda með erlent ríkisfang og það kemur í ljós að það er bara mjög lágt hjá öllum félögunum. Það er hæst þarna hjá IR eða 6%, lægst hjá Víking 2% og fram er það 3%. Við sjáum þetta líka með einsleitli til dæmis í stjórnum, 5% stjórnarfólks var með erlent þjóðerni og 0% í aðalstjórnum. Við spurðum líka þá hvort að félögin væri með formlega móttökuáætlun fyrir börn og unglinga af erlendum uppruna. Fæst voru með eitthvað svona formlega móttökuáætlun, en það er alls konar í gangi. Það er samstarf við skóla og frístundamiðstöðvar og þjónustumiðstöðvarnir í hverfinu. Það er svona aðeins ólíkt eftir félögum, en alla jafna er allir svolítið meðvitaðir þetta. Efni á öðrum tungumálum íslensku var mjög lítið það. Það var helst á IR, þar var lítið efni á pólsku og ensku félagið, en öðru leyti frekar lítið það. Svo skoðum við starfsfólk og stjórnir, skoðum kynjahlutföll. Karlar eru í meiri hluta í mörgum stjórnum innan íþróttafélaganna og líka meðal starfsfólks. Er bara almennt starfsfólk á skrifstofum og íþróttahúsum. Lægst hlutfall 17% kvenna hjá Víkingi, 22% hjá Fram og nokkuð jafnt hjá IR, 40-60. Þjálfararnir, aðal- og aðstoðarþjálfarar hjá félögum eru líka í meiri hluta karlar. Við skoðum ekki eftir í hvaða flokk þau þjálfa, heldur bara yfir heildina og þetta er svona cirka 70-30 hjá öllum félögunum. Í stjórnum þá erum við með mjög svipuð hlutföll hjá öllum félögunum, 65% karlar, 35% konur. Þetta er svona bara allar stjórnirnar, líka hverrar íþróttadeildar innan félagana. Þegar við skoðum svo aðalstjórnir þá sjáum við smá breytileika þarna. Hjá IR til dæmis eru fleiri konur í stjórn heldur en karlar. Hjá Fram eru bara frekar fáar konur, 25% stjórnarmeðlima eru konur og þetta er nokkuð jafnt hjá Víkingi, 43 og 57. Svo spurðum við líka félögin varðandi laun, kaup og kjör. Öll félögin segjast greiða jöfn laun óháð kyni þá þjálfara eða þess flokk sem hann þjálfar. En við gátum ekki séð nein gögn eða skjöl beint það. Þannig að við bendum á að það þarf náttúrulega að framkvæma greiningar til þess að vita hvort staðan sé jöfn til að byrja með. Og svo getum við farið þá að ræða ef það er eitthvað mismunur hvernig við vinnum á honum. Við spurðum öllum félögunum er skylt að kalla eftir sakavottorði við ráðningar og þau gera það, þannig að það var mjög gott. Þegar við skoðum stefnur og áætlanir þá vorum við að skoða hvort þau hefðu sett jafnréttisstefnu og aðgerða áætlun. Öll félögin hafa gert það og eru að styðjast við sniðmátt sem IBR útbjó, sem að félögin ekki bara í sjálfsvald sett að nota. Flest hafa tekið það upp óbreytt. Þannig að það er einhver svona vísbendingar að stefnurnar séu ekki aðlagaðar að starfi hvers félags, þannig að það séu mögulega ekki nógu virkar. Samkvæmt stefnunum og aðgerðaáætluninni á að gera ákveðnar úttektir reglulega, en fæst félögin gátu sýnt fram á slíkar úttektir. Þannig að við bendum á að það er mjög mikilvægt að framkvæma þessar úttektir og þannig að bara þessi þekking verði ljós. Öll félögin voru með siðareglur og öll nema eitt voru með hegðunarviðmið. Þetta er þá IBR siðareglur og ISI hegðunarviðmið.
og öll félögin voru með hérna á hreinu þetta verklag sem IBR búið að innleiða varðandi forvarnir og verkferla vegna kynferðislegs ofbeldis og áreitnis, sem var mjög ánægjulegt að sjá, og það líka af því að þetta efni var unnið í mjög góðu samstarfi við félögin, þannig að hérna svona samráðsferli virka mjög vel varðandi að innleiða svona hluti í eins flókinni hreyfingu og íþróttahreyfingin er. Já, þetta sem sagt bæklingurinn. Svo skoðum við ýmislegt annað. Ég hef ekki tíma til að fara mikið út í þetta. Svandís mun tala aðeins um hinseginleikann á eftir, en við skoðum hvort það væri í boði ókyngreind aðstæða hjá íþróttafélögunum. Svo reyndist ekki vera, og á fáum stöðum var það meira þess að möguleiki, og af því að þá þarftu náttúrulega að vera með auka klefa, og flest félögin eru bara í frekar svona þétt setin með það. Svo skoðum við hvort það hefði verið hinseginfræðsla. Það hafði ekki verið hjá félögunum, og lítið eitthvað svona sem gefur í kynna eitthvað hinseginvænt í umhverfinu, en öll félögin eru samt duglega að taka þátt á hinsegindögum að fagna þeim. Svo skoðum við bara örlítið fyrir iðkendur með fötlun varðandi aðstöðu og aðgengi. Það er misjafnt eftir félögum og eftir húsum, og mikilvægt að það sé bara tekið út á víðari hátt. Og stuðningur við afnumin iðkendur, en öll félögin voru meðvituð það að sumir þurfa meiri stuðning en aðrir, og það voru ýmsar leiðir farnar í því, en við bendum á mögulega bara að formfesta hann og gera hann ljósan þannig að fólk viti hvað sé í boði, og þá á fleiri tungumálum heldur en íslensku. Í skýrslunni leggjum við þarna fram tillögur til úrbóta, þannig að það er mjög margt vel gert, og öll íþróttafélögin hafa metnum til að gera hlutina vel. En við leggjum þarna til nokkrar tillögur til úrbóta í nokkrum flokkum, og við bendum líka bara öðrum íþróttafélögum á þetta, að það gæti gagnast þeim líka ef það er eitthvað sem að þau vilja vinna eftir. Annars bara takk hérlega fyrir mig. Takk hérlega fyrir þetta, Sigríður. Það er þetta, þessi vinna er mjög forvitnileg, og hún hefur núna komið ákveðin reynsla á hana. Ég veit að það var svona örugglega kannski smá efasemdir hana þegar við fórum af stað með að krefjast þess að við myndum gera svona jafnréttisúttekt á hverfisfélögum, en nú höfum við farið heila umferð, og ég held að þetta sé mjög gagnlegt. Þetta er auðvitað fyrst og fremst hugsað til þess að fólk geti bætt sitt starf, og ég held að það verði mikil sátt þetta þegar að lengra er komið. Ég vil líka nefna það að jafnréttismál voru líka svolítið í fyrirrúmið þegar við bjuggum til líkan sem hjálpa okkur að forgangsraða til dæmis íþróttamannvirkjum í Reykjavík, og það er svona vegna þess að það er oft þannig að mikið vill meira, þannig að maður lítur oft þannig að það er þær greinar sem eru þegar vinsælar sem oft vilja meiri innvið og meiri mannvirki, en stundum getur maður séð að kannski í ákveðnum hverfum er minna iðkendur af öðru kyni, og það kannski út af því að aðstæðan er minni í þeim greinum sem eru vinsælar hjá því kyni. Þannig að það er líka svolítið gott að horfa með þeim gleraugum þegar við útlöndum fjármögnun þessi fjárfestinga. En okkur finnst líka mjög forvitnilegt að vita hvernig þessi mál blasir við þeim sem vinna í feltinu, og við erum svo heppin hér í dag að hafa hér með okkur einmitt fulltrúa Hverfis íþróttafélag sem fór nýlega í gegnum slíka úttekt. Þannig að ég ætla að bjóða velkominn Ísleif Gizurarson sem er íþróttastjóri Íþróttafélags Reykjavíkur, og hann ætlar að fara í gegnum jafnréttisúttekt á IR. Gjörðu svo vel. Komið sæl, og við Ísleifur heiti ég er íþróttastjóri hjá IR, og ég ætla að fá að segja ykkur aðeins frá okkar upplifun á því að fara í gegnum jafnréttisúttekt hjá Reykjavíkurborg sem var að mörgu leyti mjög gagnleg. En IR er íþróttafélag sem er staðsett í Breiðholti, og við erum með starfsemi á 5 íþróttasvæðum í rauninni. Það er íþróttahús í Austurbergi sem Breiðholtslaugin er, svo er það íþróttahús Seljaskóla, íþróttahús Breiðholtsskóla, og svo er það ört stækkandi íþróttasvæði í Skógarseli, þar sem við erum með gervigras völl og frjálsastöðuvöll sem er á leiðinni í notkun, og svo erum við með fjölnotahús fyrir frjáls og fótbolta, og svo nýtt íþróttahús í byggingu. Þannig að þið sjáu þarna mynd af þessu svæði sem er að verða svakalega flott. Og við erum með 10 íþróttagreinar í boði hjá IR, og
svona alla jafna þetta svona í kringu 2300 til 2600 iðkendur sem við þjónustum og þar af leiðandi 4000 eða tæplega 5000 foreldrar og það svona sá kunnahópur sem við erum að horfa á. Og af þessum 10 íþróttagreinum þá eru 3 boltagreinar, fótbolti, handbolti og körfubolti og ég tek það svona út fyrir sviga að því að þar erum við í rauninni að skipta æfingahópum upp á milli kynja og þar eru stelpur og strákar að æfa sitt hvoru lagi alveg frá fyrsta bekk í rauninni. Og öllu þessu batteríi stýra svona 4 til 5 starfsmenn á skrifstofu í rauninni, hún er ekki mjög stór og svo þetta í rauninni bara deildir sem að starfa svolítið sjálfstæðar og eru í rauninni reknar af sjálfboðaliðum og svo bara þjálfarar sem eru ráðnir undir þeim og svo framvegis, þannig að það er svona í grófum drætti skipulag íþróttastarfseminnar eins og hún er í dag. Við fórum núna í gegnum jafnréttisúttekt sem lauk bara í október 2021, það er bara núna fyrir nokkrum vikum síðan og sú vinna hófst einhvern tímann í vor, gekk bara mjög vel og hérna svona helstu niðurstöður sem gripu okkur kannski persónulega í félaginu, það er auðvitað þetta háa hlutfall drengja af iðkendum og stjórnarmeðlimum og sem líka vakti athygli okkar hversu svipað þetta er í öllum íþróttafélögunum sem voru í úttektinni með okkur. Eins kemur það reyndar ekki fram þarna en það kom svo frá Sigríði að 6% iðkenda eru af erlendum uppruna. Í hverfi þar sem að 27% íbúa eru af erlendum uppruna, þannig að okkur þykir það eitthvað sem er mjög mikilvægt að bæta. Við fengum og sáum það í úttektinni að fræðsluáætlun félagsins þarfnast svona úrbóta og bara eftirfylgni líka. Og svo er það að aðgengi fyrir fatlað fólk er misgott eftir húsum og svo er auðvitað aðgengi fyrir transfólk ábóta vant bara hreinlega. Það er mjög lítið eða er mjög lítið hugsað út í þannig lausnir hjá félaginu eins og er. Og svo kannski ef við erum að tala þá úrbætur að þessu leyti, þá kannski horfum við á þetta hvað getum við gert bara hreinlega innan félagsins og þurfum ekki beint aðstoð við og svo hvar þurfum við að fá svona utanaðkomandi aðstoð við og sem sagt innan félags munum við þetta setja bara og sjáum það að við munum setja fræðslumálin miklu meir í forgang heldur en við höfum kannski þannig séð áður gert og þar eru þetta bara í takti við umræður samfélagsins á þessum tímum, áhersla á jafnrétti og samskipti. Við vorum reyndar búin að bóka, setja okkur bæði sambandi Samtökin 78 einhvern tímann í fyrra og ég var búin að gera 2 tilraunir til að bóka hana Hugrúnu Vignis transbörn með íþróttir í fyrra, þá bara komu þetta alltaf upp nýja samkontakt framvegis. En þetta er eitthvað sem við innan félagsins getum algjörlega sett bara í forgang og svona meðfram því gert bara haft markvissari eftirfylgni með jafnréttisstefnu ÍR. Við erum með jafnréttisstefnu sem er mjög góð og mjög niðurnjörvuð og fín en við þyrftum svona sem er alveg rétt eins og Sigríður kemur inn á að bara eiga miklu markvissari eftirfylgni með þessu á svona ákveðnum tímum ársins og svo framvegis. Þar sem við myndum kannski þiggja samstarf og er núna reyndar mjög gott samstarf er þessi svona hvernig við ætlum að jafna hlutföll bæði af erlendum iðkendum eða að jafna kynjahlutföllin í iðkendahópnum hjá okkur. Við eigum mjög gott samstarf með þjónustumiðstöð Breiðholts varðandi fjölgun iðkenda af svona erlendum uppruna og fjölbreyttir uppruna og við trúum því náttúrulega bara í takti það muni þá fjölgun sjálfboðaliða af erlendum uppruna líka lagast eða sérst hlutfalli lagast og við tekja fram að við erum að vinna mjög vel með þjónustumiðstöð Breiðholts og ég veit að önnur félög öfunda okkur að mörgu leyti af þeirri samvinnu. En svo erum við náttúrulega að tala kannski fjölgun stúlkna í félaginu. Þar erum við búin að reyna ýmislegt svona óskilgreint eða bara svona tilraunir hingað og þangað sem hafa gengið mjög misjafnlega en við myndum kannski svona, við erum svona farin að sjá að við þurfum einhverja faglega aðstoð við þessi atriði í rauninni og kannski hvort það er frá IBR eða Reykjavíkurborg eða annað bara það hvað er best að gera. Svo er það kannski það sem að frá okkur séð snýr í rauninni að Reykjavíkurborg og það eru þetta húsnæði félagsins og húsnæði íþróttafélaga í heild. Þau eru svona alla jafna í eigu Reykjavíkurborgar. Þannig að við til dæmis bara varðandi öll þessi húsnæði sem við sjáum hérna á myndinni þá er þetta húsnæði sem við fáum bara afhent og eigum að viðhalda í núverandi ástandi. Þannig að við getum ekki málað húsið blátt ef við viljum eða
eða þá bætt við, þú veist, kynlausum klefum eða klósettum án þess að eiga þar samstarf við Reykjavíkurborg. Það, þú veist, þá bara, það fellur ekki undir okkar rekstrar áætlun eða kostnaðaráætlun og svo framvegis. Þannig að frá okkar dyrum séð þá snýr þetta kannski meira að Reykjavíkurborg en auðvitað í samstarfi við okkur. Og ég kannski tek það fram þannig séð að í þessum nýju mannvirkjum sem eru þarna fyrir aftan gamla ígirheimili, þetta eru nýju mannvirki sem eru opnuð í fyrra og hitt eru að opna næsta ári. Þar er ekki sko til dæmis kynlaus klefi skilgreindur og við hefðum alveg, þú veist, ekki haft á móti því að Reykjavíkurborg hefði bara sett það fram í upphafi og gert það skilyrði, og ég veit að í fram í nýju mannvirkjunum þar upp í Úlfarsárdal er til dæmis kynlaus klefi sem að Reykjavíkurborg bara setti skilyrði Þannig að þú veist, við erum líka kannski kallað svolítið eftir einhverju samræmingu þarna á, þannig að Reykjavíkurborg sé með eitthvað verklag sem að bara íþróttafélögin öll falla undir. En já, þetta er svona kannski aðkoma Reykjavíkurborgar sem við erum ekki beint í stakk búin til þess að díla við í rauninni, en við myndum eiga samstarf Já, þannig að þetta er svona helstu niðurstöður. Svo er það kannski bara hvaða áskoranir eru við að glíma við í íþróttastarfi í heildina. Og við finnum það þetta bara á síðustu árum, kannski 2, 3, 4 árum, hefur bara orðið mjög mikil aukning á kröfum gæði og þjónustu og faglegt starf í íþróttafélögum, og við erum að sjá að við erum farin að eiga við málefni sem við vorum bara ekki að eiga við fyrir nokkrum árum síðan, og það bara snýr að allri faglegri þekkingu á svona viðbrögðum við úrvinnslu í samskiptamálum og jafnvel ofbeldismálum eða alvarlegri málum. Og þessi til dæmis umræða það að jafna út kynjahlutfallið, menntun þjálfara, hún er reyndar á ágætu stað, myndi ég segja, hjá íþróttafélögum í heild. Og svo auðvitað við erum að tala til dæmis launaumræðu eða eitthvað slíkt, að þarna eru íþróttafélögin komið með bolta til sín sem að þau eru að reyna að vinna úr án þess að kannski beint skipulag íþróttafélaga hafi breyst í heildina. Þannig að við erum ennþá bara 4 á skrifstofunni. Þar að vera kannski 2 sem að sjá þessi atriði ásamt því að sjá allan daglegan restu félagsins. En ég vil samt benda á að það er margt að gerast, og við finnum það líka, við finnum það bara í samfélaginu að það er miklu fleiri tilkynningar til íþróttafélaga ýmis samskiptamál og hugsanlega ofbeldismál og annað sem við vorum ekki að fá til okkar fyrir bara 2, 3 árum síðan, og við erum farin að takast á við fjölbreyttari svona úrvinnslu, og ISI og IBR hafa komið til móts við það með því að setja þær verkefnastjóri í IBR sem að tekur að sér svona mál. Svo eru þetta samskiptaráðgjafi ISI, hann hefur nýst okkur mjög vel, en við erum svona ennþá kannski í þeim ólgusjó að einhvern veginn finna út hvað er besta verklagið í þessu. Við leitum aðstoðar hér og þar, en við myndum kannski, við sjáum alveg að við þurfum aðeins að laga verklagið bara sem heild, en þetta er miklu betra en áður var, og ég held að við séum svona á réttri leið. Við erum auðvitað bara, þetta er allt mjög nýtt fyrir íþróttafélögum, þessi mál og þessi hlutir, og við erum að reyna, það er allir að reyna að gera best að við að leysa úr því, og það gengur ágætlega, en við svona finnum að við erum bara á þeirri leið að ná einhverju betri, komast á betri stað með það. Og já, það var svo sem ekkert meira sem ég ætlaði að taka fram hér, en ég vildi bara þakka Sigríði og Halldóru mjög vel fyrir góða vinnu í jafnréttisúttektinni. Hún var mjög gagnleg fyrir okkur, og við viljum svo á endanum alltaf komast á þann stað að það þurfi ekki beint jafnréttisúttekt til þess að viðhalda svona atriðum, en þetta gekk mjög vel hjá okkur. Þannig að þá ætla ég bara að þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta, Íslefur, og það er forveld sem nefnilega varandi kynhlutlausna klefa í þessum nýju mannvirkjum. Ég tók nú fyrstu skóflustungu af þessu, þannig að þetta er einhvern lítið mér að kenna líka, en það er kannski bara til merkis það. Ég held að á þessum tíma fyrir 3,5 árum síðan þá hafi þessi mál ekki verið jafn mikið í deiglunni, þannig að við bara sjáum hvað mikið hefur breyst á þeim tíma, og ég er nokkuð viss að það væri ekki þannig ef við værum að fara í þessa vinnu í dag. En þá kom næsta erindi, og það er hefur yfirskrift hinsegin fólk og íþróttir, og ég ætla að bjóða hérna Svandísi
Önnu Sigurðardóttur sem sérfræðingin hinsegin og jafnréttismálum á Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkur að koma hingað upp. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur öll. Ég heiti Svandís, eins og Pavel sagði, og ég nota fornafnið hún. Og ég ákvað að breyta aðeins yfirskriftinu minni í takti við yfirskrift þessa málþings og spyrja, svona henda þessu fram, hvort að íþróttir séu nú leikvangur sískakkinniðar karlmennsku, svona í takti við það að ég er að fara að tala hinsegin fólk og íþróttir hér í dag. Og ég ætla að byrja svona aðeins á því að segja ykkur, eða svona bara aðeins hinsegin hópurinn, af því að oft tölum við hinsegin fólk og hugsum mjög gjarnan já, samkynhneigðir og já, samkynhneigðir karlar í fótbolta, þetta við förum mjög hratt þangað, en bara svo það sé á hreinu, þá hinsegin hópurinn mjög, hann kannski ekkert ýkjastór, en hann mjög fjölbreyttur. Og við erum að horfa á þessar breytur, kynhneigð, kynvitund, kyneinkenni og kyntjáning, og eins og bæði Sigga og Ísleifur kom inn á, ég meina við erum að tala transfólk líka, og undir öllum þessum breytum eru þessir mismunandi hópar, þannig að þú veist undir kynhneigð, samkynhneigð, tvíkynhneigð, pankynhneigð og svo framvegis, þeir sem eru ekki hinsegin, þá eru þeir vantilega gagnkynhneigð. Undir kynvitund, þar erum við transfólk og þar undir líka kynsegin fólk, svo erum við kyneinkenni, þar erum við að tala intersex fólk og þetta intersex börn líka, og svo kyntjáningin, þar, þú veist, þetta ytra, hvort við tjáum okkur karlmannlega, kvenlega, alls konar og svo framvegis. Þannig að mig langar að varpa þessu fram bara til að sýna ykkur að við erum að tala mjög fjölbreyttan hóp og það kallar á meira en bara einn regnbogafána að henda honum fram. Við þurfum að gera aðeins meira heldur bara einhvern svona sýnileika sem þó mikilvægur líka, en við þurfum að eiga svona aðeins inni fyrir þessum regnbogafána. Bara aðeins staðan í dag, og hún ekkert rosalega glæsileg, við getum talað það að hlutinni hafa þróast, við erum komin á betri stað og svo framvegis, svo sannarlega, já, ég tek undir það, en við erum samt sem áður á þessum stað að hinsegin fólk ekkert ofboðslega sýnilegt í íþróttaheiminum og nú tek ég fram að þarna gífurlegur kynjamunur á. Við framkvæmdum litla könnun í fyrra, cirka ár síðan, þið getur fundið niðurstöður hana á netinu, það var á opnum fundi Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs og íþrótta-, tómstundaráðs og menningar, íþrótta- og tómstundaráðs, mann mjög vel eftir þessum fundi, en og þar vorum við að kynna niðurstöður úr þessar könnun, þar sem við vorum að spyrja beint hinsegin fólk sem hafði þá iðkað einhverjar íþróttir sína reynslu. Og þar kom bara ýmislegt í ljós og einmitt þessi kynjamunur var mjög sláandi. Þú veist, það voru fleiri konur, hinsegin konur sem svöruðu þessari könnun, hinsegin karlarnir upplifðu kannski meiri fordóma, þeir voru meira inn í skápnum, komu síðar út úr skápnum, en svona heilt yfir, það var bara ýmislegt sem þessi hópur sagði að þurfti bara bæta. Og þar kom einmitt fram, það eru ennþá fordómar í gangi og það kannski kemur engum á óvart sem hefur eitthvað fylgst með að kynnt sér þessi mál. Þetta tengist á auðvitað viðmiðum þessara ríkjandi karlmennsku, ekkert endilega körlum heldur þessari karlmennsku hugmyndum að alvöru karlar eru líka gagnkynhneigðir karlar og þú veist, klefinn nú bara rými fyrir gagnkynhneigða og þessi truflun ef einhver með aðra kynhneigð eða kynvitund þar inni. Og svona homofóbían hún ennþá þarna til staðar og hún svona dettur inn stundum bara svona kæruleysislega. Og svo það sem við sjáum og það sem ég vinn mikið með mitt bara almenn vanþekking á stöðu transbarna og transfólks og þá líka á vettvangi íþróttahreyfingarinnar, bara hvernig við að taka móti transbörnum, hvar byrjum við, hvernig við að tala þetta, þú veist, í hvaða klefa farðu, í hvaða hópi æfaðu, hvernig við að tala þau og svo framvegis. Og svo ég vitna nú aftur í þessa könnun frá því fyrra, ég hvet ykkur til að skoða þessa kynningu á henni á netinu, þá kom svo sterklega fram að það vantar fræðslu, það var alveg bara númer 1, 2 og 3, það vantar fræðslu, það vantar að taka á þessum fordómum, þeim ekki bara fá einhvern veginn að læðast eða flæða yfir á æfingu og svo vantar hinsegin fyrirmyndir, þær eru ekki nógu sýnilegar og þá sérstaklega karlamegin og þá sérstaklega karlamegin í hópíþróttum. Og mér langar bara svona vitna í því að fólk svona, homofóbía eða einhver svona, þú veist, hinsegin fóbía í íþróttum, hvað við að tala Hérna nokkrar velvaldar tilvitnanir úr ritgerð Ástrásar Önnu Klemensdóttur sem kom út í fyrra, þar sem hún að taka viðtöl við
fótboltamenn, svona efstu stigum fótbolta sem eru ekki hinsegin og var svona að því hún fann ekki hinsegin karla sem voru tilbúin að koma í viðtöl eða fann þá bara ekki og þetta var svona þeir voru að lýsa hvernig stemningin og hvernig þetta birtist og það var til dæmis umræða einhverja upphitunarhreyfingu og þá var þetta umræðan þannig ekki gera þetta svona hommalega skilurðu, ég man eftir svona hlutum, bara upphitun skilurðu, það var ein upphitun sem var kölluð homma háar og nú tölvan dottin út. Ég var ekki búin að leggja þær allar á minnið, þannig að ég ekki leikið þær hérna fyrir ykkur. Já. Fórum bara í endurræsingu. Það eru hinnir sígildu tæknilegu örðuleikar sem við fáumst við skulum bara sjá hvernig spurning hvort að við Þurfum ekki bara að logga okkur aftur inn? En hver var loggaður? Þorvarður, góði. Við þurfum kannski smá aðstoð þér hjá Þetta komið ég, herðu, ok, flott, þá bara förum við aðeins áfram á glærurnar aftur. Nei, þetta ekki komið. Að ég opna fyrir spurningar? Nei, tjók. Já. Það er kannski svo að við gerum bara eins og svona fagfólk í sjónvarpið að reyna að taka upp tíma, þá kannski, ég myndi segja kannski að þessi ákveði svona þema í þessum erindum sem maður sér hér að það komin heilmikil meðvitund, bæði í hreyfingunni hjá öllu fólki, en við getum engan veginn sagt að við séum komin á einhvern stað. Er það eitthvað sem myndir ekki alveg taka undir? Jú, algjörlega. Þú veist, við erum einhvern veginn byrjuð að pota aðeins í vandan hér og þar, en við erum ekki endilega komið þekkingur hvernig við eigum að gera það og hvað tekur við og líka eins og var talað náttúrulega Ísleifur sagði, þú veist, hvernig eigum að formfesta þetta? Þú veist, erum við með áætlanir, erum við með eitthvað sem við grípum í og getum framfylgt einhverju áætlun? Þetta með sérklefan eins og nefndir fyrir 3 árum var þetta ekki einu svona blaði hjá okkur. Þú veist, við erum ennþá svolítið svona á hlaupum að ná í skottið á þessum jafnréttismálum og svo gera þau svona kannski faglegri. Það spurning kannski frá okkur sem erum í pólitíkinni, eru einhver lönd sem eru komin sannarlega lengra? Einhverja fyrirmyndir sem við getum sótt okkur sem við getum sagt hérna eru Norðurlöndin eða England, einhver staður þar sem við getum virkilega bara sagt svona eigum við að gera þetta? Ef ég hugsa sérstaklega hinsegin fólk og íþróttir, þá held ég að því miður þá ekkert rosalega mikið af brjálæðislega góðum dæmum og sérstaklega því ég hef svolítið verið að skoða transfólk og íþróttir og þar held ég að við ættum í sumum tilfellum bara hreinlega að forðast ákveðin lönd og einhverja fyrirmyndir af því sums staðar staðan ekki góð. Þannig að við þurfum að gæta okkar að falla ekki í þær gryfjur, að fara í einhvers konar svona hræðslumýtur, að eltast við þær, en það sannarlega í einhverjum íþróttafélögum og einhverjum stöðum þar sem verið að vinna vel með þessum málum og vinna líka með, þú veist, einhverja karlmennsku hugmyndir, þetta náttúrulega tengist allt saman. Þannig að við getum nýtt okkur fyrirmyndir en að gæta okkar á sumum þeirra líka. Já. Viltu fara nánar ofan í það hvaða fyrirmyndir sem við ættum að gæta okkur á? Af því að það þetta begs the question eins og... Ég að opna ormagrifina. Já, takk. En það nú kannski helst þetta, þú veist, þegar það einmitt verið að tala transbörn sérstaklega og hræðsla við, ég meina, þú veist, erum við að fara að eyðileggja íþróttir, munum við ekki að hafa kvennaflokka lengur og svo framvegis. Þú veist, það einhvern veginn verið að ráðast á einhvern vanda sem varla til staðar. Þú veist, þetta viðkvæmur hópur sem mjög lítill, hefur ekki gott aðgengi að íþróttum, stendur höllum fæti í samfélaginu og við erum bara ekkert að sjá þennan vanda sem að til dæmis í einhverju ríkjum í Bandaríkjunum löggjafinn bara að ráðast gegn. Þannig að við þurfum svona að vara okkur og þetta alveg eins og með bara klefa umræðan, salernisumræðan sem við höfum svolítið tekið hérna hjá borginni, að það eru oft mýtur og svona hræðslu áróður sem að stýrir þeim sem eru kannski á móti eða vinna gegn einhverjum breytingum og við þurfum svona að taka skynsemina frekar en að rjúka upp og svona setja stopp. Já. Einmitt, en það náttúrulega þetta ég upplifi þetta að það náttúrulega líka þetta ákveðin forvitni þessi fólk, þessi mál eins og varandi flokkana og það margt af þessum spurningum auðvitað eru eðlilega spurningar sem koma upp hjá fólki sem kannski hefur auðvitað ekkert
kannski mikið bakgrunn því að mikið af fólki sem þetta í íþróttinni og annars staðar bara fólk sem fór í þetta ákveðinni ástríðu sem kannski var ekkert með þessi mál efst á baugi þegar ákveða að taka sér sko að vera þjálfari að þjálfa eitthvað sko. Þannig að það bara svolítið spurning fyrir okkur sko, hvað getum við gert þess að hjálpa til? Já. Og þarna, ég meina, þetta algjör spoiler á því sem ég að fara að segja ykkur núna á eftir, en bara, þú veist, að fá inn fræðsluna, að ræða málin, fá öruggt rými, þar sem að þjálfara geta líka spurt, en hvað þýðir og hvernig á ég að tala þetta og þýðir þetta, þú veist, þetta hugtak sem ég skil ekki, hvernig, þú veist, þetta það sem ég gerir svolítið daginn inn og út hérna í vinnunni og að mæta fólki sem að hefur ekki þekkinguna og vantar bæði bara innspýtingu af þekkingu sem að verður þá til þess að það valdeflist. Það svona stórt atriði. Ég sé þetta mjög mikið í skóla- og frístundakerfinu þar sem ég að tala við til dæmis kennara sem að bara, þú veist, börnin að segja einhver hugtök, ég veit ekki hvað þýða, ég kann ekki taka á þessu og maður sér bara þau þurfa þessa innspýtingu og þekkingu til þess að valdeflast. Það svona stóri þátturinn til þess að þau geti haldið áfram að ræða þetta, tekið á þessu, tekið góðar ákvarðanir, upplýstar ákvarðanir og tekið spjalli líka við nemendur. Þá held ég að getum að halda áfram. Jæja, við skulum halda áfram með þessa góðu glæru hér. Munið ekki örugglega það sem ég sagði hérna efst. Þarna var sem sagt verið að tala ákveðna uppbytun, þar sem að hreyfingin þótti kvenleg innan gæsalappa. Hérna var síðan númer 2, þegar kapplaup eitthvað og þjálfarinn segir, síðasti þangað hommi. Skilurðu, já, það alveg þannig í dag, þú veist, þetta svona sagt með ákveðnum húmor að leiðarljósi. Ég get alveg sagt að það svona hommagrín í gangi, skilurðu. Og svo hérna fyrir neðan, náttúrulega í klefanum, þó svo að menn séu liðsfélagar, þá þeir samt í keppni við hvern annan sko oft. Og hérna það menn sína ekkert alltof mikla veikleika sko. Og þarna auðvitað, þú veist, grundvallarhugmyndin að ef þú ert samkynhneigður, þá það eitthvað veikleikamerki. Þú veist, við erum ennþá þarna, við erum ennþá einhverju lélegu hommagríni, þú veist, eitthvað sem kvenlegt, eitthvað fyndið, þú veist, þetta eitthvað, þurfum svolítið að ráðast á þessa rót líka. Þannig að þetta svona mjög stutt útgáfa af því hverju við þurfum að taka á og svo bara örfá svona atriði hvað við gætum þá mögulega gert og bara eitt og annað svona sem kannski hægt að grípa þá allavega í skráningar og eyðublöð. Hvernig kynskráð? Við þurfum að vera með 3 möguleika núna samkvæmt lögum. Hvernig eru forsjáraðalar skránir? Þú veist, þetta ennþá mamma og pabbi? Þú veist, þeir eru mikið örugglega opin fyrir því að forsjáraðalar geti verið, þú veist, 2 aðalar af sama kyni og svo framvegis, þú veist, passa þessa hluti. Hvernig eru nöfn skráð hjá iðkendum? Þú veist, ef að þjálfarinn með, ég veit ekki hvernig þið skráðu þetta hjá ykkur, nafnalisti, hægt að skrá inn valnafnið og fornafnið hjá barninu ef það notar eitthvað annan nafn, þú veist, og notar fornafn sem að tengist þá ekki úthlutuðu kyni eða fæðingarkyni. Og svo þetta stóra sem ég bendi á innan íþróttahreyfingarinnar og líka í skólakerfinu, frístundakerfinu, hvernig upplýsingum deilt og þetta sérstaklega við transbörn. Ef við erum með transbörn sem að æfa hjá okkur, hvaða upplýsingum á ég að búa yfir, hvaða upplýsingum má ég deila? Og þá skiptir máli, ég meina á hópurinn að vita, þú veist, eiga aðrir þjálfarar að vita. Þegar barnið fyrir að keppa, veit dómarinn að nei, skráða nafni ekki nafni sem að barnið notar, þú veist, það notar fornafnið hún en ekki hann, þú veist, svona hlutir skipta svo miklu máli að sé ekki dómari sem einhvern veginn að reka einhvern úr liðunni eða nota vitlaust nafn og svo framvegis. Og þannig erum við, eins og ég set hérna neðst á glæruna, þannig erum við að minnka og koma í veg fyrir áreitni. Að eitthvað barn sem bara að æfa sína íþrótt með sínum liðsfélögum sé ekki endalaust í þessu að minna á sig, leiðrétta, koma út. Þú veist, við tökum svolítið þennan pakka, tökum vel utan okkar börn, okkar iðkendur og þetta ein leið til að gera það varðandi transbörnin. Svo það umhverfið eins og við erum náttúrulega búin að ræða aðeins, þú veist, til sérklefi. Getum við fundið einhverja lausn, þú veist, hvaða lausn og hvernig það merktur. Hér merkið sem að ITR til dæmis búið að útbúa fyrir sérklefa í sundlaugum. Og svo aftur hvaða aðstaða verður í boði á mótinu, við verðum að ferðast, það alls konar mótið sem að börnin að fara og keppa og ferðalög sem leiðis og líka þetta bara muna að sérklefi ekki þannig að við bara hendum öllu transbörnunum og transfólki í sérklefan, það klefi sem að þá nýttur fyrir þau sem þurfa og vilja. Við þurfum alltaf að ræða við börn sem eru trans eða að koma út, hvernig að leysa þetta, hvað hentar ykkur, hvaða aðstæður í boði, þetta svolítið svona úrlausnar samtalsvinna.
Og svo aftur að menningun hérna, klefinn bara fyrir gagnkynhneigða? Ég meina, þú veist, við tökum á því ef það einhverjar svona hugmyndir hvað gerist ef það einhver samkynhneigður í liðinu. Þetta á ekki að viðgangast. Klefinn fyrir þau sem í liðinu. Aftur klefinn bara fyrir sísfólk. En þetta, þú veist, að passa okkur að fara ekki í kynjalöggu feelingin. Við viljum ekki fara þangað. Og svo bara lokum menningin, af því að þetta auðvitað stóra atriði sem að keyrir áfram stemninguna í liðinu, hjá þjálfarunum, hjá félaginu öllu, innan hreyfingarinnar. Og við þurfum svolítið að spyrja okkur á þessu, hvernig veit hinsegin fólk að það velkomið? Og það ekki alveg nóg að ef ég sem gagnkynhneigð, ekki hinsegin manneskja segja, ég held að þau viti það bara. Þú veist, við þurfum kannski að fara að tala við og spyrja þau sem að hafa aðra sýn og aðra aðkomu að íþróttahreyfingunni. Hefur starfsfólk fengið fræðslu, hinsegin fræðslu og þjálfarar þar með, og það auðvitað, þú veist, það svolítið stórt og gapandi nei í flestum tilvikum, þannig að við þurfum að bæta okkur þar. Og svo þessi regla sem á að vera til staðar, alltaf tekið á niðrandi notkun á hinsegin hugtökum. Þú veist, það á ekki að viðgangast, þetta á ekki að vera léttgrín, þetta á ekki að vera að við tölum andstæðinginn sem hommana í þessu liði, þú veist, þetta alveg eitthvað sem að rannsóknir hérna á Íslandi hafa sýnt líka. Og hvernig almennt talað hinsegin fólk og þeirra tilvist? Þú veist, tölum við af virðingu, þú veist, það ótrúlega fyndið að vera að mæta á Pride, þú veist, þessa hluti líka. Og þorum við að nota hinsegin hugtök, þorum við að tala segja orðið hommi, þú veist, við erum ekki að nota það sem skammaryrði, þetta bara hugtak sem að sumir tengja við sig. Þorum við að tala og svo vitna ég hérna beint í gamlan þjálfara sem ég átti í körfunni, þú veist, sem tala alltaf kærustuna mína, konuna mína sem vinkonu mína eða systur, sem að mér fannst alveg hræðilegt. Ég talaði aldrei eiginkonu hans sem systur hans, en þú veist, svona hlutir skipta líka máli. Þú veist, þorum við að tala hinsegin fólk og veruleika þeirra af virðingu. Og þetta líka önnur svona regla. Eitt að taka alltaf á niðrandi notkun á hinsegin hugtökum. Hin reglan að við eigum alltaf að ganga út frá því að í hópnum okkar, í félaginu, andstæðingar og svo framvegis séu hinsegin aðilar, börn og fullorðnir. Við eigum alltaf að ganga út frá því og við eigum að tryggja okkar orðræða og okkar framkoma taki mið af þessu. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Svandís. Mér langar kannski bara að deila því með fólki að ég veit ekki hvort öll hér vita kannski hvað orðið cis þýðir. Sko, það eru margir kannski haldið að það sé einhvers konar skammstofun. Þetta einfaldlega latína fyrir megin á meðan að trans hinum megin. Þannig að þetta svona upprunið, þannig að ég hef svona dottið hvort orðið segin geti verið íslenska þýðingi fyrir cis. En það eitthvað sem ég skil bara eftir fyrir hópinn til þess að melda, sem mitt innlegginn í íslenska tungu. En næsta dagskrá þá Jasmína Vajsović-Crnac, sem verkefnastjóri í Hverfisverkefnum Breiðholti, og hún ætlar að fjalla aðgengi fólks af erlendum uppruna að íþróttum Breiðholti. Gjörðu svo vel, Jasmína. Já, góðan daginn. Jasmína heiti ég og starfa sem verkefnastjóri Hverfisverkefna í Breiðholti, og eitt af þeim verkefnum sem ég með og starfa með góðu teymi félaga sem í salnum í dag einmitt aðgengi fólks að erlendum uppruna að íþróttum og sérstaklega börnum, sem ég ætla að fjalla í dag, af því mér fannst þetta svo á meira við, af því við vinnum rosa mikið með þeim. Eins og við vitum, jöfn aðgengi íþrótta íþróttaeiðkenninga þvert á mál og menningahópa mjög mikilvægt, og þetta náttúrulega ákveðin réttlætismál, og í samfélagi sem við búum í dag það þarf náttúrulega að vera jafn aðgengi að hreyfingu og það sem náttúrulega í nútímanum í dag lýðheilsa sem skiptir rosalega miklu máli, og hreyfingin hluti af því, og það gildir sama fólk af erlendum uppruna. Og það sem við erum ofta að lenda í, það eru þessi félagslega gildi sem við höfum í íþróttum, sem þekkist í íslensku samfélagi, sem ekkert endilega í menningunni annarra þjóða eða mál- og menningahópa
akkurat málið. Það ekkert endilega þannig að þau vita að þessi félagslega gildi í íþróttum eru á Íslandi frekar en þessi afreksmiðuð íþróttagrein eins og oft í útlöndum. Og samkvæmt tölum í Breiðholti 2019 hefur verið 27% fólks af erlendu uppruna sem búið þar og í dag myndi ég telja það sé á milli yfir 30 og jafnvel til 35%. Þannig það stór tala og eins og við sjáum og búum að heyra hérna í dag, það 6% sem eru skráð til dæmis í iðkendur IR á aldrinum 6-17 ára. Og þar sem við erum svolítið díla við þegar við erum að meta árangur, hvort við erum að ná til þessa fólks, það getur verið erfitt að segja til þjóðerni, því eins og við vitum, ég skilgreini mig sem innflytjandi á Íslandi en það ég fyrsta kynslóðin, en börnin mín eru fædd upp á hann og ég ekkert endilega viss það að þau vilja skilgreina sig sem Bosníumenn eða hvað sem Þannig það getur verið rosalega erfitt fyrir kannski íþróttafélög að fá þessar tölur alveg nákvæmt. Við erum náttúrulega að lenda alltaf í áskorunum, það bara þannig. Þetta stór flokkun og flókin líka. Við erum náttúrulega ólík fyrir það fyrst að við erum einstaklingar og svo erum við hópar og margir mál- og menningarhópar sem eru í okkar samfélagi, en það eru staðreyndir að börn af erlendum uppruna eru mjög ólíkleg að stunda íþróttir. Það eru helmingsins líkur að þau stunda íþróttir miðað við íslensk börn. Og það mjög mikilvægt fyrir okkur að virkja félagslega þátttöku, eins og ég sagði áðan. Það hluti á okkar samfélagi að íþróttir eru tenging inn í samfélaginu okkar. Og ég veit það bara sjálf að eigin reynslu að ég hef verið mjög dugleg frá því ég kom til Íslands að stunda íþróttir og börnin mín það líka. Og þarna eignaðist ég vini og félaga og kunningja og allt þetta. Þannig þetta mjög mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi og það eins og ég sagði áðan, það mjög mikilvægt að koma þessum skilaboðum líka að fólk af erlendum uppruna skilji þessi hugtök. Síðan upplýsingaskortur þar sem margir kvarta yfir, hvar nálgast upplýsingar, hvernig á nálgast upplýsingar, hvar á skrá börnin, hvar fá maður frístundakort og allt þetta. Og svo erum við áskoranir með efnaminni foreldra eins og við vitum, í Breiðholti það bara staðreynd að það búa margir við hvað maður segir, í jaðarsamfélaginu og fólk af erlendum uppruna oft með vinnur láglaunastörf, það bara staðreynd. Og síðan þetta að vera að læsa menninguna, við komum með okkar gildi, innflytjendur þar ég að segja, inn í samfélag þar sem við erum alin upp við, en það endilega þannig að við vitum, því ég til dæmis kem í mínum menningaheimi bara íþróttina rosalega afreksmiðaðar. Þú veist, þarna mæta fleiri 100 krakkar á eina æfingu og það bara hreinlega bara sagt, já, ef þú ert ekki góður, þú hefur ekkert með hér að gera, þá ferð þú bara heim. Ég meina, það að velja úr kannski 300 manna hópi einhverja 11 manneskjur, skilurðu, þannig það þú veist, veit fólk þetta, þannig við þurfum, þetta áskoranir sem við erum að díla við. Hins vegar, áskoranir eru náttúrulega eitthvað sem við þurfum að yfirstíga og reyna að vinna betra að og hvernig gerum við það? Það einmitt aðgengi og samvinna. Ég myndi segja að aðgengi að íþróttahúsum bara mjög góð á Íslandi. Það eru mörg íþróttafélög eins og við sjáum bara í Breiðholti, það allavega þessi 3 sem við störfum rosalega mikið með og erum í mjög góðu samstarfi með og það fleiri. Þannig aðgengi í sjálfu sér ekkert kannski að komast í íþróttir. Hins vegar getur verið aðra áskoranir sem við þurfum að leysa og það gerum við ekkert öðruvísi með samvinnu. Samvinna með íþróttafélögin, bara hvort sem þjónustumiðstöð, fyrir það fyrsta eins og ég segi alltaf, við byrjum fyrst frá okkur sjálf sem einstaklingar. Við þurfum að gera eitthvað í þessum málum, byrjum frá okkur, síðan tekur einhvern hópur við og hann þarf að axla þessa ábyrgð, síðan taka stofnanir ábyrgð og félögin og allt samfélagi í heild. Þannig það mikilvægt að samfélagi í heild sé meðvitað ef við ætlum að ná í börn af erlendum uppruna, hvernig eigum við að gera það? Hvernig eigum við að nálgast þetta? Og það þarf nýsköpun og í hugsunargangi og jafnur aðgangur, eins og ég var að segja, þetta snýst ekkert að þú hefur bara, þú veist, íþróttahús og þú mætir. Jafnur aðgangur eitt og sér ekki nóg. Það ekki nóg að segja, verið velkomin hér, við erum bara opið, það opið fyrir alla að vera að stunda íþróttir og við erum
opið fyrir öllu og því bara komið. Það bara virkar ekkert svoleiðis. Við erum búin að reka svo oft á þetta, þannig við þurfum að sækja þessa krakka, við vitum hvað þarf að gera, við erum að segja að þetta sé forvörn, íþróttir eru forvarnir, þannig við þurfum ná í og hvernig ætlum við að gera það? Það byrjar náttúrulega hjá okkur. Jafnun afgangur byggir á að við þurfum að deila úrræðum, björgum, upplýsingum. Það er það sem við þurfum að gera. Hvað er það sem fólkinu vantar? Og ég hef, þú veist, í gegnum mitt starf og sérstaklega núna undanfarna mánuði að hitta alla þessa hópa, málmælingahópa. Og það er þetta sem þau eru að biðja Hvar á ég skrá barnið? Hvar á ég sækja frístundastyrkinn? Hvar nálgast ég þessum björgum sem vanta mér til þess að efla þessa þekkingu hjá mér, til þess að geta gert það? Við gengum alltaf út frá því að allir viti hvernig Íslands samfélag virkar, en það er bara, því miður, það er bara ekkert þannig. Íslands samfélag er náttúrulega bara ólíkt eins og hver önnur samfélög og það þarf að læra upp á nýtt. Það þarf að læra að skrá hvernig fer í tölvu að skrá barni og hvar. Það getur verið flókið. Og hvað gerum við í því? Við hérna í Breiðholti vorum starta verkefni sem heitir Frístund í Breiðholti og hann Þráinn Hafsteinsson sem er hérna í salnum, hann stýrir þessu verkefni og ég og Jóhannes sem er kallað Jói störfum með honum í þessu. Og eins og ég segi, við vorum að spyrja okkur, aðgengi nóg? Alveg nóg að segja að við séum bara velkomin, við erum hér. Því miður, það er bara ekki þannig. Og það snýr svolítið þessi vinna, þar sem við vorum uppgötva snýr svolítið mikið maður og mann. Hvernig ætlum við ná? Hvert einasta barn skiptir máli. Hvernig ætlum við gera það? Þannig að í þessu verkefni felst til dæmis sendiherraverkefni sem er hluti sem ég stýri að ná til mál- og menningahópa. Þannig við erum 11 einstaklingar sem eru tengiliðir í mál- og menningahópum sem þýðir það að við miðlum upplýsingar til þeirra og jafnvel þau miðla upplýsingar til okkar, hvernig við getum brugðist við og hvað er best að gera í þessum málum. Síðan erum við fræðslu, menningarnæmi, hvernig getur starfsfólkið, þjálfarar, íþróttafélögin og bara starfsfólki á okkur sem vinnur í Breiðholti, hvernig þau geta verið betri fær í menningarlæsi og næmi. Þannig, og ég sé þessa fyrirlestra, síðan erum við með myndbönd sem er á fleiri tungumálum og í töluðu máli. Og ég get sagt ykkur það, ég stýrði þessu verkefni, þetta er áskorun. Nú skil ég mjög vel af hverju ekki komin myndbönd á fleiri tungumálum. Bara erfiðleika við það að finna viðmælanda, það var auðveldasta leiðin að tala á því tungumáli og svara spurningum til dæmis hvað eru gildi íþróttanna og hvar á skrá börnin og allt þetta. En að klippa myndböndin, það er allt annað. Þú þarft að vera með sérfræðing sem tala tungumálið sem getur klippt rétt. Þannig þetta eru áskoranir líka. Síðan ekki nóg, þú veist, hvernig ætlum við koma þessu börnum? Þú veist, hvernig ætlum við auðvelda þeim að koma á íþróttatíma eða stunda sína íþróttir. Þá eru strætóferðir, til dæmis upp Breiðholti. Það er aðgengi að foreldrar þurfa ekki að fara úr vinnu til að skutla þeim, heldur þau geta frá A til B án vandræða. Síðan er styrktarsjóðurinn sem er í þessu verkefni líka fyrir efnaminni foreldra. Hvernig að þau geta sótt bæði íþróttafélögin, félagsráðgjafar eða hver sem geta farið og sótt fyrir þessa einstaklinga sem eiga fjárhagslega erfitt að við getum sótt Síðan er annað. Hvað vilja, spyrja okkur spurningar, hvað við þurfum að gera? Hvað vilja þau að við sem að gera? Hvað vilja börnin, hvað vilja konur, hvað vilja fólki almennt? Þannig við brugðumst við að vera með leikjanámskeið, með örfun í íslensku, með samstarfi í IR, með Ísleif sem var hérna áðan og þetta sagði mér líka að við þurfum að gera meira af þessu. Sumar krakkanámskeið fyrir börn af arabísku uppruna sem voru biðja sérstaklega að vera með sérstaklega námskeið fyrir þau að þau vildu kynnast íslenski menningu. Síðan námskeið fyrir konu af erlendum uppruna og marga hverja kunna ekki synda. Þau voru biðja og ég hitti stóran hóp af flóttamannakonum daginn og eina sem þau voru biðja mig og Óskar að gera, Óskar sem er hverfisstjóri, það að starta aftur slíku námskeið sem fara af stað í janúar, svo ég segi það hér. Síðan hugsunargangur. Hvernig ætlum við að gera þetta? Við þurfum að vera lausnamiðuð, við þurfum að finna leiðir. Þetta vinna eins og ég sagði, maður og mann. Og þetta er mjög mikilvægt að því
það sem Ísleifur sagði áðan að margir öfunda okkur hérna með þetta samstarf, það er vegna þess að Jóhannes Guðlusson, hann Jói, sem er líka með okkur hérna í dag, hann hefur tekið að sér að vera tengiliður sem sagt íþróttana, íþróttatengiliður. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að hann er sérstaklega tengiliður til að aðstoða fólk, til að skrá börnin í íþróttir. Og þá erum við ekki bara að tala um börn, erlendu börn, það eru almennt börn. En það kemur í ljós að þessi vinna er bara þrekvirki, það er bara þannig. Hann hefur farið í alla skóla upp í Breiðholti og hvert einasta bekk og hann kynnti hvert einasta íþrótt, tómstund og frístund og talaði við börnin og spurði spurningana og þetta var bara ótrúlega vinna og skólarnir náttúrulega eru líka í samstarfi í þessu verkefni með okkur sem og leikskólarnir. Þannig þið sjáu hvað margir aðilar koma að þessu, þetta er bara heilt samfélag sem þarf náttúrulega aðila upp að, það er bara þannig. Og kennararnir sjá að svona skíma eins og ég orðaði þetta þannig, það er bara svona að fylgjast með hvað börn eru ekki virk en vilja vera virk og spyrja þessa spurninga og þessi nöfn eru send til hann Jóa og Jói tekur þá niður og býður þeim upp á einstaksins viðtal, bæði foreldrum og börnunum til þess einmitt að spyrja hvað vilja stunda, hvað vilja börnin gera og hann leggur sér það mikið fram að hann er jafnvel að fara með þau og retta, hvernig þau geta komist í strætó, hvernig geta komið frá A til B, jafnvel að fara á æfingu til að byrja með ef þessi þarf og alls konar svona. Þetta er vinna maður og mann og svo síðan eru sendiherrarnir sem eru vinna ótrúlega verk af því þau eru að mín reynsla segir það er alltaf svona foringjar eins og ég segi í hópunum, það er fólk sem er orðið komið sér rosalega vel fyrir og þekkir sitt samfélag, þekkir vel Íslands samfélag og eru tilbúið að leggja sárbúðaliðu vinnu á sig. Og ég veit það að mín eigin reynslu, ég var alltaf kölluð eða þurfti safna saman fólki frá Bosníu og ég var það virk og þá einfaldlega að fólk treysti mér, þá treysta þau líka því að það sem ég segi, það sé rétt og sagt, þannig fólk fylgir bara. Þannig það er ein leið sem við notum einmitt inn í þetta er að nota sendiherrana í að miðla þessum upplýsingum. Síðan eru samkomufundir þar sem þeir eru þar sem sendiherrarnir og hóparnir, mál- og menningarhóparnir skipuleggja og við komum og kynnum íþrótta og frístundir og frístundakort og allt saman. Og það er magna að segja frá því að í einum hópi hefur komið í ljós, í tælenska hópi, að það 50%, þegar við gerum könnun, það er 50% fólki sem vissi ekkert af frístundakortinu. Af hverju er það? Þarna erum við ekki eitthvað að miðla upplýsingum nægilega vel, þannig við þurfum að standa okkur betur í því. Og nýjasta tilraunir er að við erum að ráða, hún kemur til starfa í næstu viku, menningarmiðlarar sem myndi vinna sérstaklega að tengja okkur við ákveðin hóp sem okkur, sem er svona erfitt að nálgast að því við vitum eins og til dæmis pólski hópurinn er stór og breiður og fjölbreyttur til að nái til sem flesta. Þá er ég að tala um barnafjölskyldur, ungmenni, börn og allt þetta. Þetta er stór hópur, þannig það þarf að vinna svolítið betur í því til að nálgast líka hópana eins og var að segja í kynfræðslunni, þau eru svo mörg ólík. Það eru einstæðir mæður, það eru einstæðir foreldrar, einstæðir pappar og allt þetta. Þannig er úrvalið nóg. Það er líka spurningin. Bjóðum við þetta þannig sem fólk og börnin vilja? Það kom í ljós að það sé ekki. Jói hefur komið að því að það vantaði gimhóp. Það vildu bara vera ekki stunda akkurat þessa íþróttir sem voru boði, heldur vildu eitthvað annað. Það var farið af stað, það var bara að hugsa í lausnum. Setjum af stað gimhóp og hann gerir það. Síðan íþróttahópur sem mæta 38 einstaklingar í fyrsta tíma. Þetta er íþróttahópur sem vill ekki stunda neitt af þessu, en vill kannski hreyfa sig og vill kannski vera í bandi eða eitthvað blak eða eitthvað svona, einu sinni og einu sinni. Þannig það var farið af stað með svoleiðis. Þannig hugsa í lausnum. Og síðan er alltaf best árangur. Tölulega upplýsingar segja okkur það að til dæmis Jóhannes hefur tekið yfir 200 nöfn, hefur fengið til sín frá kennarunum og fólki sem telur að börnin sé óvirk og þau biðja að fá einkasamtal við hann og hann er búið að taka 112 börn í einkasamtal með foreldrum og komið með virkni. 60% af þeirri tölu eru börn að erlendum uppruna. Þannig það er árangur. Virkni er talið vera 70%. Við erum að sjá tölu að fara upp í 78% núna eins og er.
miðað við alla þessar vinnur sem ég taldi upp áðan sem við erum búin að vinna. Síðan eru vísbendingar. Ég meina skráningarstjóri allt í einu kemur og talar við þráinn og segir bara að foreldrar af erlendum uppruna koma og skrá börnin. Þú veist, þau koma miklu fremur eftir svona kynningar sem Jói er búið að gera og eftir að hitta alla þessa mál- og menningahópar. Þá hafa fólk komið í miklu meira magni. Þjálfarar, ég var með menningarnæmisnámskeið fyrir þau voru að spyrja hvernig kynnið þið þetta? Og við vorum af hverju spyrða þessu. Þá kemur fram að það bara allt í einu 4-5 stelpur að mæta í fótboltaæfingu, í hóp sem hefur aldrei gerst áður. Þannig þetta segir okkur og síðan þjónustufulltrúar, við höfum fengið kvartanir, það bara allt í einu hrúgaðist fólk og var að spyrja frístundastyrki. Ég meina, þetta eru svona ákveðnar vísbendingar sem segir okkur að við erum að réttri leið, en þetta þarf, eins og ég segi, þetta vinna maður á mann og svo ég takið svona saman, þá þessi málaflokkur eins og segi, mjög mikilvægur að því íþróttir og forvarnir, við þurfum að hugsa börnin okkar, við þurfum einhvern veginn að koma upplýsingum, við erum bara náttúrulega, eins og segi, einstaklingar, þó við sem í hópum og viljum endilega hópa okkur einhvern veginn saman, en það mikilvægt að aðgengi snýr frekar að hvernig við getum leyst þennan vanda, hvernig við getum sótt hvert einasta barn og hvert einasta einstakling þarna út í samfélagi, það skiptir máli. Annars, ég segi bara takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jasmína, þessar mikilvæga reynslusögur úr Breiðholtinu, en við erum aðeins á eftir í tíma, þannig að okkur hefur getað vanbúnið að bjóða hér síðasta fyrirlesara í dag, sem Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastýra Jafnréttisskóla Reykjavíkur og fulltrúi í framkvæmdastjórn Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands. Hún ætlar að fjalla skýrslu kynferðislega áreitni og ofbeldi innan knattspyrnuhreyfingarinnar og tillögur starfsofrandi vinnulag viðhorf og menningu. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, komið sæl. Takk fyrir í fyrsta lagi að bjóða mér að koma að vera með ykkur í dag, en í öðru lagi fyrir að halda þetta málþing. Þetta gríðarlega mikilvægt. Ég vona að það verði sett fjármagn í að ráða fólk eins og Jóa all land vegna þess að þetta augljóslega skilar árangri. Bara svona aðeins mig, þá ég sérfræðingur í jafnréttismálum. Ég starfa við jafnréttismál alla daga og þar af sinni ég kynferðisofbeldismálum í skóla- og frístundastarfi og þau eru allt of mörg. Það allt of mikið ofbeldi í samfélaginu okkar og það alls staðar. Það hefur verið mjög hávært í umræðinu undanfarið ofbeldi í knattspyrnunni. Þetta snýst kúltúr sem við þurfum öll að taka til okkar og það kannski smá misskilningur í gangi með hvaða skýrslu ég að kynna hér í dag, en það ekkert skrítið vegna þess að það margir starfshópar að störfum. En ég líka, þannig að það sé sagt, þá ég líka sjálfboðaliði í íþróttahreyfingunni, ég elska íþróttir. Ég hef starfað í mörg ár sem sjálfboðaliði og gefið mitt starf þar. Ég hef sinnt öllum tegundum af sjálfboðaliðastörfum, að selja miða við innganginn eða sinna öryggisgæslu yfir það að sitja í stjórn Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Og svo núna síðasta verk sem ég fékk í hendur var að mér var boðið sæti í jafnréttisnefnd Ólympíusambands Evrópu af því ég vil hafa áhrif. Ég byrjaði á þessum hefðbundnu sjálfboðaliðastörfum, ég stekki þau þegar þarf á að halda, en ég fann að ég vildi breyta. Ég fann það svona sérstaklega gegnum börnin mín að það var ákveðið ójafnrétti sem ég var ekki sátt við, sem ég vildi hafa áhrif á. Þannig ég fór að skipta mér af og fyrir 6 árum síðan þá skrifaði ég grein í Kvennablaðið sem þá var stöðu stúlkna og drengja í fótbolta og hversu mikil skekkja var þar sem var ekki í lagi. Í kjölfarið því var mér boðið að taka virkan þátt í íþróttafélagi barnanna minna og hafa meira áhrif og ég þáði það og hef svo verið að pota mér áfram síðan. Og það ótrúlega gaman að sjá, eins og Ísleifur benti á, íþróttafélögin hafa ekkert verið að takast á við þessi málefni sem eru uppi núna. En fyrir mig sem kem inn með þessa menntun, ég með meistaragráðu í kynjajafnrétti eða jafnréttisfræðum,
að þá hef ég séð breytinguna gerast undanfarin ár í takt við samfélagið. Vegna þess að íþróttahreyfingin er borin upp að langmestu leyti sjálfboðaliðum og ef að það er ákveðin kúltúr í samfélaginu þá er hann að sjálfsögðu í íþróttastarfinu. En það er að verða breyting í samfélaginu, hún er frábær og við verðum að halda áfram vegna þess að við erum að sigla í rétta átt. Það verða auðvitað bakslög en við mögum aldrei stoppa. En varðandi það sem ég á beðin að tala hér í dag, það tengist auðvitað KSÍ og þeim starfshópi sem ég stýrði, bara svo að það sé svona útskýrt að þá í rauninni eða hafa verið 4 hópar af störfum. Ég stýri 2 þeirra og einn af þeim fékk það verkefni að skoða vinnulag, viðhorf og menningu en ég ætla ekki að staldra við og fara að tala af hverju þessi vinnuhópar fóru af stað. Við öll sem höfum fylgst með fjölmiðlum vitum auðvitað hvað gerðist hjá KSÍ í haust og hvernig aðstæðan var. Hlutirnir gerðust rosalega hratt og fólk var að reyna að taka einhverjar skynsamar ákvarðanir í hvelli og upphaflega var lagt með það að ég var beðin það að stýra starfshópi sem að myndi taka á móti tilkynningum kynferðisbrot og koma þeim í viðeigandi ferli, meta hvað telst formleg tilkynning, nóg að lesa það á Twitter eða þarf þetta að berast íþróttafélaginu eða sérsambandinu sérstaklega, að uppfæra verkferla, leggja fram tillögur að viðbrögðum eða viðlögum við brotum, til dæmis hvenær má fjarlægja fólk, má það bara samkvæmt lögum, hvenær á það afturkvæmt, þá hvenær eftir hvað langan tíma, í hvaða tilvikum og síðan að fara yfir að koma með tillögur og úrbótum varðandi vinnulag, viðhorf og menningu. Svona fórum við af stað. Þetta var ekki raunin. Það kom í ljós, auðvitað leið við fórum að stíga svona, þegar ríkið fór aðeins að setjast og við gátum farið að greina stöðuna, þá auðvitað kom í ljós að samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsmála sem tók til starfa árið 2020, hún tekur á móti öllum tilkynningum. Og það er bara alveg skýrt. Því miður tók hún til starfa í COVID þannig að það náðist ekki að kynna hennar starf nógu vel. Íþróttafélögin og sérsamböndin voru ekkert alveg viss hvenær eiga að tilkynna til hennar, hvernig tilkynna til hennar, mega öll mál fara til hennar, gömul mál og ný og svo framvegis. En það er alveg skýrt. Íþróttafélög og sérsambönd og ISÍ á ekki að vinna með einstaklingsmál. Það á ekki að tilkynna þangað, það á að tilkynna til samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsmála sem að kemur málinu í faglegan feril. Síðan kemur hún með leiðbeiningar, hvernig eiga félögin að bregðast við og þá ber þeim að gera það. Það er vegna þess að innan íþróttastarfs oft mjög mikil tengsl á milli fólks. Þetta eins og ég sagði sjálfboðaliðar með ólíka þekkingu, ólíka reynslu, ólíka menntun, ólík viðhorf og við viljum að þetta sé faglega gert. Þannig að þetta var strax tekið til hliðar. Það var annar starfshópur settur af stað sem að meta hvað telst formleg tilkynning og sem að skoða hver eru viðmiðin, hvenær má fjarlægja fólk, í hvaða tilvikum, hvenær er það afturkvæmt. Það starfshópur sem var bara ákveðið að myndi skoða þetta fyrir íþróttahreyfinguna í heild, ekki bara knattspyrnufélagið eða knattspyrnusambandið, heldur íþróttahreyfinguna alla og ég stýri þeim starfshópi líka. Ég get sagt ykkur að þetta er töluvert flókin vinna og við erum ekki að fara að skila okkur alveg strax. Það verður fljótlega á nýju ári. En síðan kom líka í ljós að samskiptaráðgjafinn hafði sett af stað vinnu í vor það að uppfæra alla verkferla og samræma í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Sú vinna henni er nánast lokið, það verður kynnt í janúar og þá verða samræmdir verkferlar í öllu íþrótta- og æskulýðsstarfi á landinu sem öllum ber að fara eftir í rauninni og það er frábært. Þannig að eftir stóð fyrir þennan starfshóp sem fyrstur var settur af stað var að fara yfir að koma tillögur og úrbótum varðandi vinnulag, viðhorf og menningu og það hentum við okkur í og Svandís var nú meðal annars í hópnum. En fráfarandi stjórn KSÍ, rétt áður en þau sögðu af sér, þá buðu þau bæði Hönnu Björg Vilhjálmsdóttur og Steinunni Gyðu, ég man ekki hvað stóttur hún Gyðu Guðjóns, sæti í þessum starfshópi líka. Síðan var með okkur hann Arnar Sveinn sem forseti Leikmannasamtaka Íslands og Sigurður Freyr sem lögfræðingur og samskiptaráðgjafinn Sigurbjörg var með okkur líka í hópnum. Og ég ætla svona aðeins að segja ykkur hvað við vorum að skoða, eða hvaða tillögur við lögðum til. Við byrjuðum alveg rosalega stórt og svo drógum saman til þess að þetta yrði skýrara. Að lokum lögðum við fram 4 tillögur og þetta til KSÍ.
bara þannig að það sé sagt, þetta ekki fyrir íþróttahreyfingunni í heild, þó að sé að sjálfsögðu hægt að yfirfæra á alla. Við lögðum fram þessar 4 tillögur og undir hverri tillögu lögðum við fram nokkrar leiðir hvernig hægt að uppfylla þetta. Númer 1 var að uppfæra siðareglur og samninga, þar sem við viljum að það sé skýrt kveðið á ofbeldismál í siðareglunum. Við viljum að fólk sem sinnir trúnaðarstörfum fyrir KSÍ og fyrir félögin sé látið skrifa undir siðareglur líka. Þeir sem þó að þetta séu sjálfboðaliðar, fólk sem situr í stjórnum og ráðum, að það ætti að sjálfsögðu að skrifa undir siðareglur líka. Við viljum setja ákvæði inn í leikmannasamninga sem til dæmis kveða á að leikmönnum beri að tilkynna ef þeir hafa ofbeldisbrot á bakinu eða ef það eitthvað mál í vinnslu. Við viljum hafa einhver verkfæri í höndunum einmitt ef við lendum í þeirri stöðu að mögulega þurfa að vísa fólki frá. Þá viljum við að fólki sé gert kleift í upphafi, til dæmis, þú ert að koma inn í landsliðið okkar, það fylgir því þessi ábyrgð. Ef þú ert tilbúin til að skrifa undir það, frábært. Ef þú brýtur þennan samning, þá ertu búin að brjóta samninginn og við getum vísað þér frá. Þannig að við höfum eitthvað í höndunum. Við vildum skýra leiðir og viðbrögð við ofbeldismálum innan KSÍ og hjá aðildarfélögunum og þá til dæmis vorum við miða við það að í nýlegri könnun sem að leikmannasamtökin, Æskulýðsvettvangurinn og Samskiptaráðgjafi gerðu, þar sem að þau voru að skoða eða lögðu könnun fyrir leikmenn í efstu 2 deildum í knattspyrnu, bæði kvenna og karla, varðandi ofbeldismáli, þá kom í ljós að yfir 75% iðkenda vissi ekki hvert þau áttu að leita ef þau eru fyrir ofbeldi eða þau eru vitni af ofbeldi. Og það segir okkur að það vantar upplýsingar. Hvert get ég leitað? Get ég leitað á þess að ferillinn minn sé í hættu? Er ég að bera ábyrgð að ferill eitthvað annars sé í hættu? Við erum alveg að sjá það í ofbeldismálum og fólk oft hrætt hvað verður gerandann minn. Þú veist, á ég að bera ábyrgð á því að þetta rosalega efnilegur íþróttamaður, get ég borið ábyrgð á því að ferillinn hans sé í hættu eða hennar. Þannig við viljum skýra þetta og við viljum að það sé fastur tengiliður við samskiptaráðgjafa, það sé alltaf framkvæmdastjóri félags eða framkvæmdastjóri ISÍ, af því það launaður starfsmaður sem þá bara algjörlega skýrt, viðkomandi veit nákvæmlega hversu mörg mál kom upp í hvaða félagi, í sínu félagi og sinnir þeim viðbrögðum sem þarf eftir að máli hefur farið í ferli. Litlu knattspyrnufélögin, það eru fullt af litlum knattspyrnufélögum sem ekki með framkvæmdastjóra, en þá þarf að útnefna einhvern sérstakan í það. Það þarf að vera á heimasíðum, hnappur, tilkynningarhnappur, það þarf að vera alveg skýrt að þú ert ekki að stofna ferlinu þínum í hættu, þú hefur fullan rétt á að segja frá og það mun verða brugðist við. Við lögðum líka til að forysta KSÍ myndi taka skýra afstöðu gegn ofbeldi og sýna það í verki. Og þá til dæmis ræddum við það að þau myndu koma sér saman hvernig þau tala ofbeldi, að þau meti, þau grípi öll tækifæri sem gefast, til dæmis á ársþingi, að minna á ofbeldismálin ef þau eru í til dæmis fjölmiðlaviðtölum, að þau grípi umræðuna vegna þess að eftir höfðinu dansa limirnir og ef við erum duglega að tala hlutina að þá smá saman breytast viðhorfin okkar og þetta sest inn hjá okkur öllum. En það alveg skýrt að þau verða að ganga í takt. Og nú þetta bráðabirgðastjórn hjá KSÍ, við vitum ekki hvað tekur við í febrúar, en það skiptir alveg ofboðslega miklu máli að þessu verði viðhaldið. Við lögðum líka til að KSÍ geri átak í og verði leiðandi á sviði jafnréttismála innan íþróttahreyfingarinnar. KSÍ sstærsta sérsambandið okkar með langflesta iðkendur og þau eru í kjöraðstöðu til þess að láta gott að sér leiða í þessum málum, til þess að sýna frumkvæði, til þess að grípa þetta tækifæri núna þegar allt einhvern veginn hrundi, til þess að sýna úr hverju þau eru byggð, bara við ætlum að gera þetta vel, við ætlum að gera þetta frábærlega, þannig að öll önnur sérsambönd og íþróttafélög geti fylgt á eftir. Þetta hellingsvinna og við lögðum til alls konar leiðir til þess að þau geti sinnt þessari vinnu vel. Og ég bara bendi ykkur á að því ég ekki að fara yfir allar leiðirnar hér að bara skýrslan opinber, hún inn á heimasíðu KSÍ, þannig endilega skoði hana. En við lögðum miklu áherslu á það að til þess að það yrði einhverjar breytingar að þá yrðum við að breyta menningunni. Kvennaknattspyrna miklu yngra fyrirbæri heldur en karlaknattspyrna á Íslandi. Og fyrir vikið þá varð til ákveðin karlakúltúr í tengslum við
knattspyrnuna, eins og þið sjáu bara hér eldgömul frétt frá því að þegar það var samþykkt að leyfa kvennaknattspyrnu í Íslandi, að þá til dæmis það orðað svona: augnayndi gæti þannig orðið íslenskum knattspyrnu unnendum, sem flestir eru á sterkara kyninu, að fá að sjá fallegar stúlkur leika knattspyrnu og þar varla ef hún yrði vinsæl íþróttagrein hér á landi. Við vildum leyfa stelpum að spila fótbolta, ekki af því að þeim langaði að spila fótbolta, heldur af því að það var svo gaman fyrir kallana að horfa á þær í stökkusum spretta Svona byrjar þetta, þið veitir. Og þegar við vorum að byrja, bara eins og í kringu 1980, þá alltaf fengu stelpunar ekki að spila í takkaskóm, af því það var svo mikil hætta að þær myndu meiða hver aðra. Þannig að við erum eftir á, jafnréttislega séð í þessu, og við þurfum að gera betur og við erum búin að gera fullt. Þegar ég var að kvarta yfir börnunum mínum að það væri ójafnrétti í fótboltanum hjá þeim, þá var staðan þannig að fyrir sama íþróttamót barna fengu stelpurnar sem unnu mótið litla bikarinn en strákarnir sem unnu mótið stóra bikarinn. Stöð 2 mætti og tók upp strákamótið og tilkynnti í fréttum hverju voru valdir í landsliðið, þú veist, 11 voru strákar, þeir vildu ekki mæta sttelpumót. Ég sendi póst á Stöð 2 og gagnrýndi þetta og ég fekk svarið tilbaka: já, Tryggingamiðstöðin vill ekki borga fyrir upptöku á stelpumóti, þeir vilja bara taka upp strákamót. Það ekkert mörg ár síðan við vorum þarna. Í dag erum við komin þangað sem bara, heyrðu, stopp, við sættum okkur ekki við þetta. Þannig að það margt jákvætt að gerast, en við verðum að halda áfram. Auglýsingar, þetta verður veturinn, íþróttaveturinn, þetta frá Stöð 2, það ekki ein kona á allar þessar íþróttagreinar, það ekki ein kona. Þetta hefur verið staðan okkar, við höfum verið að sjá það einmitt á stelpumótum og strákamótum að stelpunar að taka þátt í hæfileikakeppninni en strákarnir ekki. Og þetta viðhorf, þetta kúltúr sem við tökum öll þátt í. Það alveg mömmur, jafnt sem pappar og alls konar fólk sem að skipuleggja þessar keppnir. Frábært að stelpuna dansa og svo höfum við heima gerð skemmtiatriði á meðan við fáum stórstjörnur til að spila við strákana. Þetta hef ég bara séð sjálf í gegnum börnin mín og svo bara byrju halló, ekki allt í lagi. En við erum að mjakast í rétt átt og við erum farin að gera fullt vel, en eins og ég segi, við verðum að gera betur. Við þurfum öll að leggja hönd á plóg til þess að geta rifið okkur upp úr þessu vegna þess að við viljum ekki hafa þetta ójafnrétti, við viljum ekki hafa ofbeldi í hreyfingunni okkar, við viljum hafa verkfæri til þess að takast á við það. Að breyta viðhorfunum fyrsta skrefið. Núna erum við í þeirri stöðu að nýr formaður KSÍ kona. Það glöddust margir þegar hún steig fram. Þetta kona sem sérfræðingur í samskiptamálum. Hún hefur líka mikla og mikilvæga reynslu úr knattspyrnustarfi. Við þurfum að halda henni inni. Hún búin að gefa það út að hún tilbúin í þetta starf. Hún tilbúin til breytinga, hún vill ala börnin okkur upp strax frá byrjun í jafnrétti, í því að vera sterkir og góðir karakter og jákvæðir leiðtogar. Þeir sem kröfðust þess að fyrri stjórn myndi segja af sér fyrir að bregðast ekki við, og þá ég að tala fólk innan íþróttahreyfingarinnar, til dæmis eins og íslensku toppfótbolti, krafðist þess að stjórnin segði af sér af því þau væri ekki að standa sig nógu vel. Nú treysti ég á þetta sama fólk að fylgja sér á bakvið Vöndu Sigurgeirsdóttur og tryggja það að við höldum áfram. Því annars þetta bara allt til sýnis. Við verðum að sýna að við séum að meina það, að við viljum þessar breytingar. Og ég held að framtíð sé björt, við verðum að tala þessar hluti, þannig komumst við áfram. Ég hef séð alveg ótrúlegar breytingar í íþróttastarfi undanfarin ár og ég veit að við höldum áfram. Þannig að bara áfram gakk og takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Kolbrún. Nú ætla ég að biðja þau ykkar sem héldu erindi að koma upp á pallborðið og við erum aðeins eftir áætlun út af tæknilegum örðuleikum áðan. Ég þakka þér, Svandís, fyrir að leika fingrum fram með mér áðan og við björgum þessari útsendingu með góðu sókratísku spjalli um íþróttamál og jafnrétti. En ég ætla að biðja þau ykkar sem hafa áhuga að spyrja einhvern af fyrirsögnum í dag spurninga að gefa sig fram og hér verður starfsfólk sem ganga á milli með hljóðnema. Kannski svo ég bara byrja sjálfur og hafi innflytjanda gleraugun pikk föst á nefinu og langar ekki að spyrja kannski þig, Jasmína, að því að við í borginni fórum í ákveðið svona grasrótarstarf fyrir einu og hálfu ári síðan varðandi frístundakorti í Breiðholti. Það voru gerðar ákveðnar svona breytingar þar á til þess að svona reyna að fjölga iðgjöldum. Mig langar að
svona spurja þig hvort ég finnst að þetta átak sé að skila árangri, hvort ég sé að skila árangri í þessum tiltekna hóp eða hvort það sé einhver annar fókus sem við þurfum að hafa, sem sagt hvort að þetta átak með frístundakortið sem var svona sett í Breiðholti, hvort að þú upplifir að það hafi áhrif eða hvort að við þurfum að gera eitthvað annað. Já, ég get alveg örugglega sagt það að sé klárlega hefur áhrif að því við erum að sjá sko bara með styrkina til dæmis frá ríkinu sem voru í sumar, það voru einstaklingar sem einmitt Jói var að aðstoða við að sækja og klárlega er þetta líka stóri þáttur í þessu að því eins og ég var að segja sko stór hópur innflytjenda er á lág launum og ekki, þú veist, það sé bara upplýsingaskortur heldur, það er líka fjármagnir sem fer í þetta, við vitum það alveg að íþróttir eru dýrgrein, þannig ég myndi klárlega segja að þetta sé stór hluti og ég veit það alveg í samtölum mínum líka við Leiknir að þeir eru einmitt að aðstoða einmitt fólk hvað varðar greiðslur, allt þetta til að létta undir fólkinu til að greiða þetta, þannig klárlega myndi ég segja að þetta er að skila árangri. Þó við séum, eins og ég segi, það er rosalega erfitt að mæla þessar styrki eða skráningu, hvernig skilgreinum við fólk að erlendum uppruna, hvernig, þú veist, er það bara nafnið, er það kennitala eða hvernig þjóðerni, þú veist, það er svolítið flókið að segja nákvæmt, en vísbendingar eru það að við erum að sjá þetta skila árangri. Takk fyrir þetta. Er einhver í salnum sem hefur einhverja spurningu? Ef svo er þá við fólkum að gefa sig fram. Nú það er þetta líka möguleiki á einhver sem er aukur í pallborðið, ef einhver vil bregðast við einhver sem hefur komið fram í erindi einhvers annars, þá er það í boði. Ég kannski fæ þig Ísleifur til þess að bregðast við þessu líka, því þetta náttúrulega er í ykkar hverfi, hvort að þið upplifið að þetta átak með frístundakortið sé að ná til fólks, hvort það sé kannski ná til fólks sem var að stunda íþróttir mikið eða hvort að við séum að sjá eitthvað innflæði af nýjum notendum. Já, ég held að þetta sé að bera árangur, það er okkar tilfinning hjá íþróttafélaginu sko og skráning, þú veist, eða aðsókn á skrifstofuna til þess að fá aðstoð við skráningu hefur aukist. Núna sérstaklega bara upp á síðkastið, þá sérstaklega í tengslu við þessa vinnu sem að þau hjá þjónustumiðstöðinni hafa unnið, þá höfum við fundið fyrir aukinni umferð, auknum fyrirspurnum, bara fleiri tölvupóstum aðferðir við að skrá, hvernig komum við okkur að og svo framvegis og fólk virðist vera að koma inn á skrifstofu til þess að fá aðstoð við skráningu og ég finn alveg að það er fólk sem hafi kannski bara veigrað sig við því að koma og leita aðstoðar áður sko, þannig að það er okkar tilfinningu að þetta sé að ganga vel. Einmitt, nákvæmlega. Og ef það er engar spurningar í sal í bili, þá kannski held ég bara áfram að spyrja það sem ég langa að spyrja, nýta mér það tækifæri. Mér kannski langa að spyrja þig, Kolbrún, takk fyrir mjög áhugavert erindi og það sem ég hef stundum velt fyrir mér sko, hvort að hluti af vandanum, svo við tölum bara hreint út hér, hluti af þessum sko vanda sem við erum lenda í einfaldlega svo að ríkisvaldið hefur ekki staðist nægilega vel í því að leysa úr bara þessum málum, af því að það er oft þannig að það er ákveðið hlutverk ríkisvaldsins að stíga inn í mjög erfið mál í dómskerfinu og við látum ekki sko íþróttafélag leysa úr forsjárdeilu sko fólks sem á í forsjárdeilu. Við tökum þann kaleik af íþróttafélaginu, við bara stígum inn og segjum þetta er bara mál sem ríkisvaldið tekur að sér. Og ég kannski hef aðeins verið að hugsa sko yfir því hvort að það sé ekki bara svo staðreynd að kynferðisbrot og ofbeldi hafa verið mál sem hafa verið ekki nægilega vel tækluð af ríkisvaldinu og þess vegna leitar fólk eftir einhver annar leið að leysa þau innan einhverjar hreyfingar sko, sem kannski er ekki sko eðlileg staður ekkert eðlilegt fyrsta stopp í fullkomnu samfélagi sem sko staður til að leita til þegar maður verður fyrir ofbeldi. Er eitthvað svona sem, ég veit að þetta er opin spurning en ég ætla kannski bara bjóða þér að bregðast við ef það er eitthvað sem þér kemur upp í hugan. Já, takk fyrir það. Já, kerfin okkar eru því miður ekki alveg nógu góð alls staðar. Við erum alveg að lenda á lokuðum hurðum hér og þar varðandi ofbeldismál og kannski er það af því að þau hafa ekkert bara eins og hefur komið fram, þau hafa kannski ekkert verið svona opinber eða sýnileg. Við hefum ekki verið tilbúin til að hlusta áður.
við erum alveg að sjá að það ákveðið gat í kerfinu okkar. Til dæmis bara það ef þú ert 17 ára eða yngri og kemur inn á neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis, þá getur þú þurft að bíða í alltaf 3 mánuði eftir að fá sálfræðiviðtal. Ef þú ert orðinn 18 ára og færð innan viku. Af því við erum með sálfræðing og bakvakt fyrir fullari fólk en ekki fyrir börn. Og það brjálega að gera á barnahúsi og tilkynningum um kynferðisofbeldi gegn börnum hefur fjölgað 65% á 2 árum. Við erum ekki að bregðast við. Og íþróttafélögin hafa verið ótrúlega varnarlega gagnvart þessu af því þetta hefur verið, hvert hefur að vísa þessu, hvað hefur að gera, á ég að gera þetta, en hann frændi minn, eða þú veist, veitu hvernig, þú veist, en var þetta svona, eða þú veist, og fólk hefur verið óöruggt með þetta. Núna sjáum við bara þegar þetta gýs upp og við bara neyðumst til þess að horfa. Ég meina staðan þannig að þegar ein og ein kona segir frá eða eitt og eitt barn segir frá, þá auðvelt að hunsa það. En þegar hópurinn stígur fram og segir þetta staðan, þá getum við ekki hunstað það, við verðum að hlusta. Þannig að nú tækifæri að bregðast við, nú þurfum við að gera betur. Það þarf fjármagn með samskiptaráðgjafa, hennar starfi fylgir ekkert fjármagn, þannig að hún getur ekki í rauninni boðið upp á neina þjónustu nema bara það að setja málin í ferli. Það þarf að stækka hennar embætti, það þarf að bæta veruleg fjármagn þar. Það alveg fullt sem við þurfum að gera betur, þannig að kerfið og borgin getur gert helling. Við þurfum öll að taka höndum saman ef við ætlum að lesa þetta. Það bara þannig. Takk fyrir þetta. Það spurning þarna. Ég ætla að biðja um að kynna þig og bera upp spurning og kannski taka fram hvert það sem þú myndir bregðast við. Já, Þráinn Hafsteinsson heiti ég, vinn í Breiðholtinu og með Jasmínu og Jóa. Takk fyrir erindin ykkar, það var mjög athyglisvert og bara takk fyrir að kalla til þessa málþings. Þetta mjög gott að fá að ræða þessi mál. Mér langar að spyrja Kolbrúnu að þú var að tala svona eina leið fyrir alla sem að þurfa að tilkynna. Þú skilst mér að séu 2 leiðir í gangi. Já. Þetta útskýrt það fyrir okkur. Já. Það ISI, samskiptaráðgjafinn og svo eitthvað leið hjá IBR, þetta ekki? Jú. Sko, í rauninni eins og hjá samskiptaráðgjafa til dæmis formleg og óformleg leið. Af því að sumir sem að verða fyrir ofbeldi vilja eða áreitni vilja til dæmis bara fá viðurkenningu á því, vilja láta hlusta sem vilja mögulega ekki að máli fari í frekar ferli. Þannig að þú getur leitað óformlega, þú getur líka tilkynnt formlega. IBR hefur tekið á móti tilkynningum hingað til, en það á bara við Reykjavík. Og þau eru með frábært starfsfólk og þau eru með ótrúlega góðar vinnureglur hjá IBR, en nú verið að samræma þetta alls staðar og framvegis á þetta vera. Æskulýðsvettvangurinn var líka að taka upp tilkynningum, en framvegis á þetta alltaf fara til samskiptaráðgjafa, en hún vinnur mjög náið með bæði IBR og æskulýðsvettvangurinn. Takk fyrir það er spurning þarna. Sara? Ég held að það sé kveikt. Halló. Já, sæl, Sara heiti ég, Breiðholtingur, formaður íbúðaráðsins í Breiðholti og varaborgarfulltrúi. Ég á líka börn sem stunda íþróttir í Breiðholti og hef svona langað að spyrja út í kynjagleraugun á jafnréttismatinu af því að þú segir í þessum 3 íþróttafélögum þá kom fram að 60% þáttaka hjá drengjum og piltum og lægri þáttaka hjá stúlkum. Og það velta fyrir mér, hefur þetta eitthvað verið skoðað? Hvað vilja stelpur? Hvað vilja stelpur stunda? Eitthvað í framboðinu í 10 greina íþróttafélaga, þannig að það er mjög gott framboð. Hvað vilja þá stelpur ef við eigum að ná þeim í virkni? Hvernig við eigum að ná þeim og við þurfum þá að bjóða upp á það sem þær sækjast í, eða það sem þær sækjast í. Þannig að í rauninni bara, mér langaði bara að sjá, kannski fá svona sýn út frá þessum kynjavinkli og þáttöku. Takk. Gjörsur? Já, sko, það hafa kannski verið gerðar einhverjar rannsóknir til dæmis á brottfalli og ástæðum brottfalls. Mögulega vinsælasta greinin hjá stúlkum samkvæmt þessum tölum er knattspyrna og þar á eftir fimleikar og það er náttúrulega hægt að æfa knattspyrnu með miklu fleiri félögum og miklu fleiri stöðum heldur en fimleikana. Fimleikadeildin í er nýlega komið á fót aftur og enn sem komið frekar lítil, þannig að við sáum ekki þennan mikla fjölda stúlkna í endilega fimleikum þar eins og við sáum annars staðar. Knattspyrnan var vinsælust. Þannig að ég held að stúlkur vilja bara æfa alls konar íþróttir, alveg eins og strákar. Vilja bara gera það í öruggu umhverfi og umhverfi sem styður við þær og þar sem þær verða ekki fyrir
bæði einhverjum fordómum eða mismunun eða áreitni. Það er alveg, það er mitt take sko. En það er algjörlega valið að, þú veist, að eiga þetta samtal bara svipað eins og með innflytjendavinkilinn sko. Hvort að það sé einhver ómætt þörf og hvort það sé eitthvað sem við getum gert varðandi það. Ég ætla bara að fá að bæta við líka sko, bæði það auðvitað að, þú veist, fjölbreyttar íþróttagreinar, þú veist, að hafa margt í boði, en líka að hugsa út í, þú veist, hvernig við tölum íþróttir og hver er sýnilegt, þú veist, í öllum íþróttagreinum. Því að talandi hérna þegar við fórum einhver átak fyrir einhverjum árum varðandi frístundakortið. Og þá einhverju hluta vegna rataði það inn á mitt borða að hvernig er orðalagið í tengslum einhverja auglýsingu. Og þar var auðvitað, þú veist, voru 2 börn mynduð, annar átti að vera stúlka og hinn drengur, þau voru bæði hvít og virtust vera ófötluð og stelpan var að spila fiðlu og strákurinn í fótbolta. Þú veist, þannig að þessi skilaboð líka hafa svo mikil áhrif, sko. Hvar sjáum við að við eigum heima, hvað skilaboð fáum við hvað stelpur eru og geta gert og hvað strákar eru og geta gert og svo önnur kyn líka. Þannig að, þú veist, þetta er, þú veist, úr öllum áttum. Við þurfum að hugsa þetta frá öllum svona sjónarmiðum. Þú veist, bæði að hafa allt í boði en að tryggja að það sé í rauninni í boði. Þú veist, við erum í alvörunni velkomin og menningin segir okkur það líka. Gjörðu svo vel, Dóra, og svo ég með 3 spurningar saman. Við erum hins vegar aðeins að reyna út á tíma, það að byrja þau eitthvað sem hafa á góðu spurningu að gefa mér merkja með Dóra tala því við þurfum að fara að ljúka þessu. Gjörðu svo vel, Dóra. Já, sko, ég tek undir þetta því að það er ekki nóg að þú hafir einhvern veginn aðgengi að réttin til að nýta þér einhver tækifæri ef að þú upplifir ekki að þau séu raunverulega fyrir þér eða komið þér við. En líka svo hef ég velt svolítið þessum upp sem afreksmiðaða vinkli af því að við erum auðvitað með það núna í okkar stefnu að börn eigi ekki að þurfa að vera að horfa í það að fara í eitthvað rosalega afreksmiðaða nálgun í íþróttastarfi fyrir þá þau eru komin upp. En börn eru náttúrulega börn þangað til þau eru 18 ára, þannig að jafnvel þó þetta sé að snúast þegar þau eru 13-14, það er það tiltölulega snemma. Þannig ég spyr mér sko hvort við séum komin líka nógu langt með þetta, að tryggja að börn geti stunda íþróttir óháð því að sé einhver pressa að þú farir að æfa með fleiri flokkum eða oftar og það er ekkert lausn að það sé ekki fyrir en þau eru orðin 13 ára, þú veist, eða 14 ára eða 15 ára, þú veist, það ánáttúrulega að vera við eigum sem samfélag að tryggja að sé þangað til þau eru 18 ára, þegar þau eru börn þangað til þau eru 18 ára. Takk, þá er það Ellen. Já, komið sæl, hver? Já, Nú er kveikt, já, komið sæl. Ég heiti Ellen Kalman og borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og fulltrúi í mannréttindi, nýsköpun og lýðræðisráði. Langa nafnið og takk fyrir að vera með okkur hérna í dag, öll þau sem voru með framsögu. Mér langaðist til að spyrja varðandi jafnréttisskólann og hana Kolbrúnu. Er jafnréttisskólanum að berast tilkynningar einhvers konar ofbeldi úr íþróttahreyfingunni? Nú veit ég að jafnréttisskólinn kannski fyrst og fremst er svona forvarnar og fræðslu batteri. Eða þá einmitt úr skólastarfi og hefur verið aukning í þessu hjá jafnréttisskólanum síðustu misserin. Þú talaðir hérna að það væri 65% aukning á tilkynningum kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum síðustu 2 árin sem ég finnst alveg hræðileg tala. Þannig að svona, og hvernig kemur jafnréttisskólinn þá að þessari vinnu? Takk. Takk, ég ætla að taka alla 3 spurningar sem eftir eru saman til þess að við nótum tíman það að þannig er Elís og svo er það Þráinn þarna, en gjör svo vel Elís. Þóra Elís. Halló, Þóra Elís Pálsson heiti ég, var að borgarfulltrúi Flokk fólksins og hef setið í mannréttinda, lýðræðis og nýsköpunarráði og vonast til að koma þar inn eftir áramót aftur. Takk fyrir þessar frábæru framsöguræður hérna og að halda þetta málþing. Mjög áhugavert og ég veit að við getum verið hérna í allan dag að spjalla þessi mál, en það er eitt sem ég svona datt í kollina mig þegar voru að tala hérna á þann og það er, sko, við þurfum að fara víða því að þetta er svo margt sem er bara innbyggt inn í íslensks samfélag og ég ætla bara að nefna dæmi og aðeins að taka það sjálfur mér og það er kannski eitt sem mér finnst að kannski mætti vera meira inn í íþróttahreyfingunum og það er dans og ég semst æfði dans frá því ég var 6 ára gamall til 16 ára aldurs og það þurfti að sækja það, sko, það er ekki inn í íþróttafélögum, það eru dansskólar í bænum og annað slíkt og þetta er mjög frábær íþrótt, sko, listtengt og allt saman því það. Þau komu nokkru sinnum frá
dans frá Listaskóla Þjóðleikhússins og voru að leita af strákum í ballett. Það vantaði sárlega stráka þegar ég var krakki. Mig langaði, en ég þorði aldrei. Og við sjáum þetta líka í tónlistinni. Hvað eru margir strákar sem æfa fiðlu? Það svo stelpulegt að þið þora það ekki. Þannig að við þurfum að byrja inn í skólakerfinu sjálfu að kynvitundin svo æfa gömul á mörgu leyti hérna á Íslandi. Það partur af þessu. Og partur af því held ég líka það sem hefur að gerast eins og hjá þessum frábærum íþróttamönnum okkar að þeir eru að beita ungir fallegi drengir sem þurfa ekkert að fara svona að konum. Þeir þurfa þess ekki. Þeir þurfa ekki að blikka þér. Þá það allt saman komið. Og þannig að hvað í gangi? Við þurfum að fara meira í rótina. Takk fyrir. Takk Þór, og þá það Þráinn aftur. Já, aðeins að fá að bregðast við hérna því sem Sara sagði áðan. Hún var að spyrja hvað krakkar vilja stunda og það var gerð könnun á því fyrir nokkrum árum í Breiðholtinu og það vantaði spaða íþróttirnar og svo sjáum við að það eru 300 krakkar úr Breiðholti sem stunda fimleika utan hverfis. Þannig að það alveg full ástæði til að byggja við fimleikan í Breiðholtinu eins og plönurinn Síðan kom hún Svandís inn á þetta með möguleikann til að stunda íþróttir innan íþróttafélagsins án áherslu á mikla keppni. Þarna veikasti hlekkur íþróttahreyfingarinnar að ég tel. Eftir 13 ára aldur þá fer að skilja þarna á milli og ég held að borgin og ríkið þyrfti að aðstoða íþróttahreyfinguna við að standa sig betur hvað þetta varðar. Og við erum að gera tilraunir með þetta í Breiðholtinu. En svo ætla ég að varpa fram hérna einn hugmynd bara til skoðunar af því að ég búinn að þjálfa í einstaklingssporti í 40 ár og þessi vanvirðing á milli kynja, hún ekki til staðar í þessari íþrótt sem ég hef verið að þjálfa en hún miklu meira ábyrjandi í flokka íþróttunum þar sem að kynin æfa ekki saman. Væri hægt að gera eitthvað í því? Geta stelpur í fótbolta æft með strákum í fótbolta með einhverjum hætti þannig að þau umgangist meira á æfingunum og þar með öðlist meiri virðingu fyrir hvort öðru. Takk. Takk fyrir þetta, Þráinn Kolbrún. Þú fékkst spurningu frá Ellen Jafnréttisskólann. Já, takk Ellen. Já, Jafnréttisskólinn og kannski bara svona, ég svari eitthvað báðum vegna að hlutverk Jafnréttisskólans auðvitað að breyta þessu frá, við vinnum með, ég vinn alltaf alveg með leikskólanum og upp í 10. bekk og frístundinu auðvitað líka að því að breyta ákveðni hvernig við þarfum og þessari kynjaskekkju og þessum ofbeldislega staðalímyndum sem búum við að því við þurfum að brjóta upp alveg frá grunni. Jafnréttisskólinn hefur því miður verið mjög var við ofbeldismál og aukningu ofbeldismálum og ég líka formaður í ráðgjafateymi kynferðisofbeldi í skóla- og frístundastarfi og til dæmis á þessu ári hefur á mitt borð borist á 2. tug kynferðisbrotamála þar sem að börn eru að brjóta börnum og þetta að taka rosalega tíma og rosalega stórt rými vegna þess að börn endurspegla samfélagið sitt og við erum að sjá ofsafengin viðbrögð og börn eru að beita samfélagsmiðlum þannig að það verður brot og svo myndast fylkingar með á móti, gerendur eru barðir, það eru settar út á samfélagsmiðla alls konar drulla. Það vandamál hver á að taka málið, tekur barnavernd þetta, tekur lögregla þetta, þau eru ekki orðin 15, þau eru ekki sakhæf, nei þau passa ekki hérinn, þau passa ekki hérinn, geta ekki verið að stígamóti, þau eru ekki orðin 18. Þannig að við erum bara, það fullt af götum í kerfinu og Jafnréttisskólinn hefur því miður þurft að leggja mörg önnur verkefni til hliðar vegna þess að kynferðisbrotamálin hafa tekið svo stórt pláss. Þannig að þetta staðan í dag og við verðum að átta okkur á því, ég meina það gott við erum að tala um þetta, margir eru búin að fá meira nóg en samt erum við í þeirri stöðu að 19 einstaklingar bara þessu ári hafa leitað á nefnmóttöku út af hópnauðgun. Bara þessu ári, 19 einstaklingar, hópnauðgun þar sem gerendur alltaf 5 í COVID og í MeToo-bylgjunni. Þetta samt að gerast, þannig að við þurfum að gera betur. Það bara þannig og þetta ég meina við erum að tala um íþróttir og það frábært en við verðum að átta okkur að þetta allstaðar og við verðum öll að taka höndum saman. Við verðum bara að laga þetta.
takk fyrir þetta og ég held að við þurfum að ljúka þessu, þetta mikilvæg brýning. Ég held að öll það erindi sem við séum í dag kannski skilja eftir svona að ef eitthvað þema í þeim þá það að það er gott að við erum að hugsa hluti og tala hluti en það líka klárlega allstaðar verk að vinna. Kannski út af því að við höfum nefnt Breiðholtið hér þá langar mér bara að koma því að það annað hverfi í Reykjavík sem að einhverju leyti svipað sem ekki tala jafn mikið sem hverfi sem mjög háu hlutfalli innflytjenda, tiltölulega lítill notkun á frístundakortinu og ekki neitt mjög fjölbreyttu framboð íþrótta og það miðbærinn, margt þar gildir líka svipað en kannski fókusun en það aðeins minni og við nefndum það í skýrslunni sem við gerðum forgangsröð mannvirkja að þó að enginn hafi beðið að fá að reisa allamis aðstöð fyrir fimleika dans miðsvæðis, þá hefði slíkt verkefni alltaf skorað mjög hátt vegna þess að þannig bara þörfin og svo líka það sem maður hugsa þegar maður sér þessar út eftir jafnréttis út í félag varðandi launamál sem kannski liggja ekki fyrir og síðan líka bara hlutföllin að við höfum á öðrum sviðum lagt töluvert mikið í mun sem var sýnilega jafnvel ekki jafn mikið. Þannig að það klárlega verk að vinna en mér langar að þakka kærlega öllu þessum ágætu fyrirlesum sem voru hér í dag og ykkur sem kom hingað til að fylgjast með og ykkur sem voru heima. Takk fyrir.